Mér finnst eins og ég sé berrasæður, ekki með síma, en... Þetta eru góð upp af orðið Já, nákvæmlega, þetta er djúpt. Maður samt hálf berrasæður ekki með síma, sko, það alveg satt. Maður pínu berrasæður þegar maður að taka upp og veit að geti einhver horta á þetta. Já. Það nefnilega að byrja að horfa á þessu þætti. Já, var hann komið slatt af view með fullt af þessu dótið, sko. Já, við erum allavega komin í einhverja 100 klukkutíma, allavega. Já, það er nokkur 100. Sniðið strákar. Það er skemmtilegt, sko. Já, það, sko. 100%. Og við erum búin að vera í pásu núna, en það er líka skemmtilegt að maður lendir í því að það er haft samband hann og fólk sem þekkir ekki neitt og segir bara, að vera að hlusta hérna á þáttinn, ég var að sína vini mínum þetta, hann hlustar ekki á podcast en hann er alveg húgt á þessu. Og það er náttúrulega bara mestu plús þú getur fengið. Það er mjög skemmtilegt. Við höfum náttúrulega gerðið grein fyrir því að miðaldra hvítir karlmenn eru mjög misrepresented í podcastum, sko, það er ekki nóg á okkur, sko. Nei. Er ekki allir samt bara sem gera podcast eiginlega. Það er líka bara ekkert í tísku að vera miðaldra hvítir karlmenn, við erum eiginlega bara trendsetter, svo. Já, ég held samt að við séum að koma inn núna, aftur. Þetta er svona, við erum að síga inn aftur. Ég vil meina að séu því að cancel-kultúr er að verða meira svona bara allir cancela sjálfur sig, sko. Þeir eru nefnilega búnir að því maður. Þeir eru allir fattir í stríði við hvern annan. Þetta lið sem er cancel-kultúrin, þetta er svo friðlaust að, og ég hef alltaf sagt það, ef þú tækir allt þetta fólk, að því þetta er alltaf á netinu, en ef þú tækir allt þetta fólk og myndir loka þau inni í 2 vikur í... Það væri bara Squid Game. Þau myndir bara drepa hvort annað á endanum. Þau eru Byltingin öll byrjað að börnin sín, rífast og þú veist, segjum að þau eru bara risasalur. Bara þau þurfa að vera hérna inni í 2 vikur. Bara, segjum bara, hvað ætla þetta sé stór hóp, þetta er kannski ekki nema 5.000 manns í mestalagi sem er svona háværi á Íslandi. Og þú myndir loka þetta lið 5.000 manns eitthvað staðar inn í 2 vikur. Þau myndir finna eitthvað til að beita hvort annað og síðan verður komin í fylkingar og allar fylkingar á móti hvort öðru og allir byrjar að rífast innbyrðis í fylkingunum. Þetta væri góð hugmynd að þættir, þetta er cancel cruise eitthvað, bara skella allir bara Herjólf í viku og bara sjá hvað gerist. Það er bara að földu myndaðum alltaf saman. Það væri geggjaður raunveruleika þetta maður. En þetta fólk sko, maður sér það bara, þau elskar rífast, af því að nú, ég veit ekki á hverju ég hef svona mikið á þessu. Ég bara skil ekki að hverju fólk geti ekki bara hata alla jafn mikið, sko. Það er bara á að gera það, sko. Ég veit það, ég sammála því, sko. Það er hálfvitar allstað, sko, og gott fólk allstað líka, en þetta er búið að vera furðulegu tími og það er búið að vera furðulegt bara síðan, 2015 eiginlega. Ég held að það bara byrjaði einhver vírt tímalína 2012 bara eða kveikt á annar lands hattur hvað lætir eitthvað, við bara blóp, bara farið bara eitthvað bull, sko. Það er eitthvað gerst einmitt eftir Hadron Collider, sko. Það er síminn, sko. Það er bara, það er þessi snjallsími að vera með þessa tölvu, vera tengdur allan daginn og þú missir aðeins tengsl við raunveruleikann og verður bara svolítið skrítin að því að vera svona mikið á samfélagsmiðlum og vera að þreifa fyrir á einu neikvæðasta svæði veraldarnar sem eru þetta internetið. Það bara mengar alla og þess vegna verður allir bara skrítnir á tímunum og þetta er það sem við fáum, hvenær kemur þetta? Ég sakna bara internetins þegar við vorum ekki með skrínum, við hétum ekki bara Bjarni Jónsson, ég heit bara, Offendobot eða eitthvað og ég gaf bara sagt eitthvað rugl. Það var alltaf öðruvísi, það var fólk ekkert að passa sig, en umræðan var miklu heilbrigðari, sko. Sko, ég man eftir þegar að Facebook áður en timeline, hvað sem þetta heitir þarna, hvað heitir þetta? Ég byrjaði að setja á Facebook, ég mista því, sko. Já, það var nefnilega brjála, sko, og þú postaður eitthvað á Facebook og síðan þú varst búin að posta 4 posta, þá þú gast ekkert skrolla niður og skoða post fyrir mánuði síðan. Já, menn það, já. Þeir bara fóru niður, þannig að þú sást bara kannski 3-4 posta á búi, sko, og flesti voru að posta tónlist eða einhverju, en þarna voru bara allir með djók, þetta var bara eitt stór fucking brandari. Ég saknaði þess líka, sko, þegar að kommentikerfi var þannig, þú gast ekki gert reply to þennan, allir heldur bara, allir var að tala í sig. Öll kommentarsektion fór með brjála kaos og það var bara, hvað er það talaðið mig, hvað er það ekki sammála mér, ég er ekki að talaðið þig, við hvernig það tala bara, ég veit það ekki, það var miklu skemmtilega, sko. Það var skemmtilegt og fólk líka lét bara allt flakka, það var bara, húmórin var allt öðruvísi. Já, ég var eitthvað að skoða, þú veist, eitthvað dót sem ég var að posta hana á Facebook eftir ganda fyrir, bara var komin lengst inn á vegginn minn og var bara að segja eitthvað, djöðlar fullur í gerð. Þú veist, hvað segir ykkur þetta, skilur við? Fullur á Facebook, maður. Það kom eftir að ég var nýbyrjar, þá ég væntanlega verið fullur í skrifan á póstin, ég fekk svona minningu eitthvað og þá hafði ég skrifað, viltu koma í sleik? Og það var ekkert annað, sko. Og þetta var bara, en það voru allir Það er að kasta netinu heldur vítt, sko. Það er það, sko. Hver veit, sko. En svona voru bara allir að hefðu sér í gamla daginn. Síðan kemur þessi tímalína, svokalluð, og
þá man ég að það voru allir bara, oh my god maður, ég þarf að skrolla niður og það byrjuði allir að eyða öllu út, Já, ég man eftir því þegar það kom tilkynningin frá Facebook, eitthvað, þetta væri að fara að gera, svo fólk var bara eitthvað sveitt heima og bara eitthvað að eyða á dóti, skilur. Hvað er ég búin að posta þetta maður? Og síðan kemur þetta... Ég var skít sama, sko, ég bara leiði þessu bara öll að hanga inni, sko. Já, þarna, síðan kemur þetta, sko, inn á þetta, að Facebook var rosa skemmtilegt og samfélagsmiðlar yfir höfuð voru rosalega skemmtilegir í byrjun. Já. En segjum bara gott partí. Og síðan hvað gerist þú hleypir leiðilega eins og cancel fólkinu inn, skilur? Það er, ef þú hleypir þannig manninsku í partíið þitt sem er ógeðslega skemmtilegt, þá verður partíið leiðilegt. Þannig að þetta fólk kom og herrtók einhvern veginn góða partíið og allir svona, þurftu svolítið að... Já, ég meina, þú veist... Svolítið mútkilega, sko. Eiginlega eina sem ég ger á social media þessa dagana er bara stories, sko. Já. Þú veist, það bara, er ekki svör við neinu og bara fólk bara horfir eitthvað á það er ekki eins og like eða neitt, þú bara gerir eitthvað. Já. Þú bara veist ekki hvað gerist. Ég fíla það, sko. Ég var að ræða samfélagsmiðlum daginn og var einn hérna að segja að ég var svo athyglisjúkur sem ég alveg tek á mig, alveg sjúklega athyglisjúkur. Það er alltaf gaman að posta hún frá þess að, sko. Já, takk fyrir það, sko. Ég er nú ekki búin að draga þér núna, en það er að fara að byrja aftur að ég var nú svo mikið líka að æsa fólk upp á tímabili, skrifa eitthvað helítið svitleysi, sko. Það var það sem var gaman að, sko. Eða mér annars. En fólk var bara, ég var að fá símtöl frá vini mínu bara, þú verður að gera grín, þú verður að hætta þessu grínum maður, því að fólk sem þekkir ekki, það heldur bara að þú sért geðveikur, þú veist. Þannig að það var ég að hugsa minn gang, sko. Já, ég meni, ég skilu það alveg að vissi leyti, skilu, en svo líka bara, þú veist, að ég veit ekki, ég hef alltaf verið með enga filtur, mér hefur alltaf verið alveg sama, sko. Já. En einhverju finnstu hvað ég er að segja? Já. Þú veist, út í að bara, að ég veit ekki, bara, if you don't like me, þá bara... Ég væri klálega þannig að ég ætti ekki 12 ára dóttir ennþá. Það er alltaf að spila inn í, ég er bara eitthvað einhleipi gaur sem býr bara einhver íbúð eitt. Já, þá væri ég ennþá bara örugglega að æsa fólk upp, sko. Já, ég meina, það er örugglega ónóga fólk en úti sem hata mig, sko. En það er eitt með þetta sem ég langar að segja, með athyglisíkina, finnst ég vorum að koma inn á það, sko. Og það eru örugglega margir sem að gera það sama á ég. Nú posta ég mjög miklu þarna og það var einn annar sem sagði að ég var rosalega að runga mér á Facebook. Og ég hef nú aldrei runkað mér á Facebook eins og þú, eitthvað svona kjaftaði. Runkar? En, já, hann orðaði þetta þannig. En sko, málið er það að, sko, ég átti rosalega ruglað uppeldi. Alveg virkilega ruglað uppeldi. Og þeir sem eiga svona uppeldi eins og ég, alveg sem að hvernig þið líta út á við, þá er alltaf eitthvað brotið inn í okkur, sem er ekki hægt að laga. Og það er svona hóla inn í okkur. Og þegar ég posta ykkur á Facebook og fæ mikið að lækum, þá er það ekki eitthvað, ég er svo töff, eða eitthvað svona skilur egoista. Það er eiginlega bara svona frekar að vera faðmaður af Facebook og bara svona, viðurkenning, skilur. Já, þetta er nákvæmlega það. Bara, það er fólk hérna úti sem þykir vænt mig, af því að þetta er mikið af gömlu vinum og sem er að kommenta og svona. Og það lætur mig líða vel og það er eitthvað svona uppfylling í þessa hólu sem við búin að vera á. Ég skal veðja að það eru rosalega margir sem eru miskildir eins og ég, sem fólk heldur, þessi maður er bara sturlaður, egoisti, hann postar svo miklu sjálfan sig og eitthvað, þá er þetta frekar bara, nenni að samþykja mig, bara please, nenni að gefa mig smá hérna. Ég held að sé mikið það. En líka það hefur spáðið því, sko, það er brókslega mikið af fólki sem ég þekkt ekki tína. Eina ástæður ég er einhverju sambandi við þau, er út af Facebook og eitthvað svona dóti. Já. Er þetta kannski komið veg fyrir það að við verum ógeðslega einmannað að við verum gömul? Nei, ég held að þetta muni frekar gera einmannalega. Þetta er rosa slæmt, sko, ég lærið þetta fyrir langa löngu, nú er ég mikil tölvuleikja maður. Og við spilum svona online leiki sem þú þarft að spila saman. MMO-RPG eða þannig? Já, MMO. Og þetta er sko, þú þurfa, eins og í gamla dag, þá þurftu að vera 40 saman í hóp, allir online á sama tíma. Og spila World of Warcraft, eða? Já, World of Warcraft. Og gera eitthvað verkefni, sem gat tekið, 6 klukkutíma jafnvel straight. En þá voru við konum með það sem heitir forums og fyrir þá sem veit ekki hvað það er og þá er það bara síða sem við vorum með á netinu þar sem allir geta skrifað og tjáð sig og við vorum vinahópurinn en við hættum allir að hanga saman á þessu tímbili. Við töluðum bara saman í gegnum forums, töluðum saman í gegnum það sem kallaðist Ventrill og það er eins og Skype eða bara svona, Messenger svo þú getur hringt í fólk sko nema að það eru hópsítil. Já, við fundum það sko einangurinn þetta eru plat samskipti, þú ert að plata heilaðin þú ert að fá dópamín þú ert að fá smá dópamín en þú ert ekki að fá þetta nær þú veist þess að tilfinningulegu tengst með því að vera í kringu fólk og þetta er vandamáli með símana í dag við förum heim og við tölum við alla í gegnum Messenger og tölum við á
kannski í gegnum símtala því að kostar ekkert að hringja í dag eins og í gamla daga sko, þá bara tímtir ekkert að hringja fólk ég bara gleymi því, það kostar bara hver sekúnda bara fórst bara hausin eða þú hékst í símanum í gamla daga maður, það bara kostar ekki að senda SMS og dæmi líka og kostar alveg mikið sko, en í dag og þetta hérna, við höldum að við séum í ykkur samskiptum og séum að næra þetta sem okkur vantar en í dag hefur bara aldrei innmannalegi mælsteins mikið og þetta út af því að við erum að bulla í heilunum okkar að við séum í samskiptum þegar við erum ekki í samskiptum sem við þurfum að því við þurfum að finna fyrir fólki, þurfum að vera nálægt fólki og finna fyrir orkunni Ég náttúrulega þú veist, ógeðslega mikið ekki heim hjá mér og bara alltaf innan fólk eða þannig að ég kannski upplifði þetta þessu öðruvísi en mér finnst þetta myndi vera bara oft vera svolítið góð leið fyrir mig til að halda sambandið við fólk sem ég rekst ekki á sko. Já, það líka þannig sko. Þú veist, en þannig að ég held að sé allt tvíeggjasverðis og allt annað sko. Auðvitað. Það bara málið. Þú veist, en þannig að ég veit ekki, það bara mér finnst þetta þægileg samskipting, ég nenni svolítið mikið að tala af fólk, mér finnst bara fyrir að skrifa eitthvað, ég heyri bara í einhvern veginn senna sko. Það er líka því að þú ert alltaf í kringum fólk. Já, reyndar. Það spilir inn í sko. Já, en síðan aðrir sem bara loka sig alveg gjörsamlega af og eru bara í samskiptum þarna og tala ekki við neina aðra og fara eiginlega ekkert út úr húsi lengur sko. Síðan eru þeir alltaf á kvöldin bara, af hverju svona einmana? Það bara því að vinahópurinn þinn hittist ekki lengur. Ég spáði stundum í þessu, ég leysi eitthvað svona grúpbröð sem bara svona fólk sem bara random fólk að tala eitthvað annar random fólk. Ég bara svona, hvernig nennir þessu maður? Ég er ekki að tala eitthvað sem ég þekki ekki neitt sko. Nei. Þú veist, það bara, já, þetta er pæling sko. Já. Líka bara þetta Facebook spatt sem í gangi inn á stjórnmálaspjallinu og slutið, maður veit alveg hvaða týpur þetta eru, þetta er einmitt þessi einmana Jói sko, sem samt búin að búa til eitthvað veruleika sko, þar sem að hann með eða móti ykkur, skiptir engu máli hvað það en dópamínið kemur þaðan og ekki neins staðar annars staðar. Ég elska satt að lesa svona komment sem bara svona ein runa með einhver punktum að neitt og allt vitlaust afsett og ég skil ekkert hvað gaurinn að segja og ég bara sitt heim með bara hvað er gangi skil. Þú veist, en allavega. Ég elska þessi kommentkerfi, geta verið svo ruglustundum. En þetta sko maður pælar í þetta er svona twistið. Það náttúrulega búið að loka á þetta samt það ekki bara hjá öllum blöðum núna bara. Þetta var bara komin í geðviki skilur. En þetta kom á Facebook í staðinn skilur. Þú getur ekki kommenta beint gefa. Þú býr bara til grúpur á Facebook. Ég meina þú getur ekki kommenta undir eitthvað hvað Kristrún Frostadóttir var að gera eða Nei, það búið sko? Það bara búið. Já, ok. Ég reyndi þeirra að vera að posta fréttum á Facebook, þannig að ég getur alltaf komið til það. Jú, ég er nefnilega að dýrka það sko. Þú getur það, en þú getur ekki inn á blaðinu sjálf. Það er gull sem að kemur í þeim komandi sko. Það getur verið það sko. Og síðan þetta mikið sama fólkið og greinilega með mikið að geðrinu vandamálum. Líka oft bara fólk að tala sama hlutin, bara á sikun háttin og geta ósamla. Og sko hoppar úr einu málefni yfir í annað og þess að fylgja þeim eftir. Það finnst mér alltaf merkilegt þegar að fólk að rífast alveg af tilfinningum eins og þetta sé það mikilvægasta í heiminum og þeim þetta hjartansmál en síðan bara daginn eftir þá eru þau komin í annað. Vik eftir það komin í annað. Þetta bara, þau lifa fyrir Þetta er svolítið rosalega íslenskt dæmi sko. Við höfum alltaf verið brjálu í smástund sko. Já, þetta sé að gleyma þau bara hvað verið að tala um. Það er bara niður með ríkisstjórnina og svo bara ég hata Facebook. Svo bara, nei, lofbót lélugu þáttur. Svo bara allir bara onnið bandvagnum bara í 3 daga. Svo bara mann enginn eftir þessu nokkur náttúr. Lofbót var þetta geggjaði þáttur, sko. Ástafleið. Ástafleið, sko. Ég sá það ekki. Það ekki? Já, ég laði mig fram við það. Ég gat þetta ekki, sko. Ég var rosalega erfitt með þetta datingkjaftaði, sko. Já. Nema eitt þátt sem með rappar sem til Drúski, það er hilarís. Já, reyndar. Ég tippum til það. Hann er bara, það er bara næsta ratsetast tíðst í heimi, sko. Það sem hann gerði við Eriku Körk. Það var gott. Það var legendir múf, sko. Spakó! Sorry, ég verð að spyrja, voruð þið búin að sjá þetta með hana kenningunum, sko, þegar Didi Vans og Erika Körk kom hann að bæða á sama tíma, bara out of nowhere. Já. Þannig að ég er búin að sjá kenningunum að þau séu systkini sem hafa bara verið plantað, basically, og þau séu bara MK cloning factory. Og síðan bara, já, og það bara verið, jú, þetta er einhverjum conspiracy theory sem er í gangi núna. Og veistu hvað, þú splæsum andlitum á saman, við lítið alveg þessu út, hún er bara með sítt ljóst hár og þau bara svona eins og eitthvað svona weird leprechauns, skilur við? Bara plants. Ég meina, þú ert með mömmu. Það er Jeffrey Epstein, sko. Þú ert með, mömmu til dæmis Eriku Körk, sem er eitthvað fransví, ég man ekki hvað hún hét. Já, ég man ekki. Það eru til ljósmyndir af henni og Michael Aquino, sem var í Church of Satan. Já, ságæði maður. Já, af, sem sagt, Michael Aquino, konunni hans og mömmu Eriku Körk saman í kuplum.
Nei. Og ég nokkuð vissum að þetta sé ekki AI generated. Við séum alveg að Við skulum hafa disclaimer. Charlie Kirk. Já. Sem hana, mér Þetta er sem sagt veist allt benda til þess að hún hefði verið Tengdamóðir. involved í að láta drepa kallinn, sko. Herru, sko, ég heyrði þetta Holy shit, fyrst já, maður. og vinkonu mín hringdi í mig þarna sem er öll í samsæðiskenningum og ég sagði bara það er ekki séns, það er bara glæta en síðan sér maður það sem hún er búin að gera þarna við Bara byggja feril út frá sem er. algjörlega, betur, hvað heitir samtökun aftur? Þetta er stóluður með TPUSA. Það er típið að segja. Já. allavega sko allt sem Charlie Kirk stóð fyrir hún bara sneri öllu við hann er nýbúin að vera að tala bara þessa satanísku konu rappkonuna sem ég er búin að glemma hvað heitir Já, þú veist hvað þetta er með bleika hári Það er Nicki Minaj. Já, Nicki. Já, og sem átti það að fyrsta vera sem hún Jay-Z. gerir er bara að fara að djama með henni og að bjóða henni bara í viðtal og gaman af þeim að bara, herru, býta nú við, getur ekki allavega vera að virða það sem maðurinn var bara að segja bara að líkið er ennþá þú veist ekki orðið kalt og þú veist bara komið með hana bara á djamuðu Nei, ég meina Ævar, ef þú ferð yfir hvað bara, þú veist til dæmis eins og bara internet searchið áður en sem sagt Charlie Kirk var skotin það er ekkert talað þetta í dag, sko Nei. en það voru EP-dölur sem sagt í Ísrael hvar annars staðar sem að voru að leita uppi sem sagt byssuna sem var notuð áður en þetta gerðist og það var bara, þú sérð Er það málið? Ég veit sko searchið bara, bæði byssan byssukúlan, skotilkin meiri segja húsið sjálf þar sem að gaurinn á að hafa skotið, það er ekki til lengur, þetta er ekki til það er búið að skröpa þetta. það er búið að væpa þetta Oh shit. Það er svo margt skrít í þessu líka bara að þetta þak hún kom hana, þú veist hvað var ekki yfirmaðurinn í FBI eða eitthvað sem sagði bara, já, við vorum ekki mennið upp á þessu þakja því að þakið var ekki jafnslétt, þú veist, og þá var enginn að passa upp á það. Nei, það var Nei, ég rugla saman auðvitað. Það var Butler, Pennsylvania sem sagt, þegar það var Trump maður. Það er skrítið, það er bara búið svo mikið þetta að maður farin að sósa þessu saman maður. En af hverju vill hann ekki opna og klára það mál? Finnst ykkur það ekki? Með Trump-dæmið? Gaurinn það verið skotið með einhver hækalibri veppun í eirað og fekk hann að skeinu. Nei, sko, málið er að Það sér ekkert á eirun á hann, veldur, sko. kúlan fór aldrei í eyránum hefði sprungið Það er sér að segja. hefði það gerst, já. Þetta er bara wrestling Er ekki bara Þegar algjör þú fórslag? skýtur, þá myndast, segjum að þessu kúlan, þá er svona lofthjúpur Já, nákvæmlega, já, kúluna. einmitt. Lofthjúpurinn, henni hefur verið farið hér. Kúlan hefur kannski farið hérna fram í honum, segjum 10 cm frá eyrunu, en lofthjúpurinn hefur slegið í eyra á honum. Já, Og nákvæmlega, þess vegna hefur rifnað. Hefði kúlan sjálf farið í eyra á honum, þá hefði það bara Sprungið í búm. tætlur. Já, þannig að það hefur aldrei Ég náttúrulega veit ekki hvernig kúla þetta var, en er ekki flest þessu kúla líka hollow points og þau bara sprengt alveg draslega. er bara þannig að það þarf bara smá skein á eyrað það er svo mikið að litlum æðum í Já, eyrað nákvæmlega, að það fossblæðir að kemur smá skurður hérna á eyrað Já, menn ekki þess að mamma segir mann mikið verið að kalla eyrunum með það. En Ég veit ekki. hafið þið ekki séð núna, þú veist, þeir náðu myndum að því, sko, strax eftir skotárásina, það sem að þeir hrúa sér þarna Secret Service liðið, að þá eru einhverju á gólfinu, eða þess að grasinu, sem er að íta ljósmyndarónum af því þar sem að kraninn lækkar fánan, bandaríska fánan, Til að taka myndir af til fánanum. þess að ná myndinni, fullkomin. Er það málið? Það er, ég sverða. þegar maður sá þessa mynd þá vissum maður líka bara ok, hann er búin að vinna Hann er búinn að vinna. hann er búin að vinna þetta það er bara En þetta er komið. þið getið séð bara þetta er til, sko ég Já, ég- er ekki með síman núna hafa verið að dæma Trump Trump. þarna ég er Já, ekki búin að fyrir eitthvað kynferðis ofbeldið eða eitthvað dæmi. ég er ekki búin að kynna með það Býturðu, hvað- þarna Davíð Það var ekki verið að koma í veg fyrir að hann gæti látið vísa málunni frá. ég bara þekki ekki Davíð getur þú sagt okkur eitthvað um þetta Ég ekki bara raka auða bara eitthvað í þetta á social media og sá ekki meira. Mér það er nákvæmlega, ég ætlaði að skoða þetta fyrir þáttinn en þetta er, Mér finnst þetta bara svo einkennilegt að við megum ekki lengur spurja spurninga af því að þetta er í höndunum á FBI og við getum eðurlagt rannsóknina. það er ekki Fuck bara í off. Bandaríkjunum maður, Kanada er orðið gjössalega sturlað sko, Er það málið? sturlað sko Ég er ógæslega út af lúpinu með allt sem er að gera sinni Kanada, en ég er búin að vera að sjá eitthvað svona út af mér, skilur.
þú vissir þarna mótmælunum sínum tíma gegn COVID. Trucker Já, þú vissir mótmælin. Þið er bara frist allt þar. Þá sá maður, ok, þetta er að breytast í fasistaríki. Já. Og það er búið að vera, sko, margt verra að gerast þar. Sko, núna í Kanada, ef þú talar gegn ríkinu þar, þá ertu bara handtekinn og þér er sagt að mæta til geðlæknis. Já, ég sá þetta. Þú getur verið komin með mental issue. Það er búið að setja það inn í það. Þannig að ef þú ert að skrifa eitthvað á móti ríkisstjórninni í Kanada, bara ríkisstjórnin sökkar eða eitthvað svona, þá farið bara símtal. Herra, við sáum þetta og við þurfum að láta meta þig og þú ert að mæta hjá geðlækni núna 24. og klukkan 2 þarna. Og þeir eru orðnir sturlaðir og ef þú gerir ekki, þá ertu bara handtekinn. Eru þið gera eitthvað svona svipa, í Englandi nema þar bara ertu bara settur í fangelsi bara og segir eitthvað bara. Jep. Þú veist það bara af 6 ára fangelsi fyrir að tvíta. Sko, England eru það bara komið í geðvíkina. Já, bara þegar leiðið fór í Brexit, skilur það bara, allt bara búið að vera bara clear decline síðan, sko. Heldur betur, sko, og líka þetta sem var að koma upp núna, maður, hvað var þetta ekki, 250.000? Jú, þetta tala um hana reipgang, málið. Já, og svo líka sáðu að komum bara í dag, að gæinn, aðalgæinn, svo er yfirlega verst af þessu. Ég get ekki vísa hann landi út af einhverjum, gallaði lögunum. Já, hann er búin að vera það lengi í landinu. Hann er bara að sleppa út. Já, hann er búin að vera í landinu, var þetta ekki, bara síðan 79 eða eitthvað, ég man ekki, hann er það búin að vera svo lengi. Já, eitthvað svona mark, bara eitthvað. Þú ert búin að vera x lengi og hann búin að vera, og ég get alveg skilið það, þú ert búin að vera svona marga áratugi, sko. En þarna, þetta er samt sturla ástand. Gauði var samt að standa bara fyrir einhverjum, þú veist, nauðgunahóp sem var bara með lögregluna og sósíalverka sem voldi líka, skildi, bara mesta viðbjóður í heimi sem búin í gangi kring þetta. Skjóta þetta, sko. Eru búin að skoða þessi skjöl eitthvað? Ég las eitthvað slatt af þessu, sko. Þetta eru svo ógeðslega marga blaðsíður að ég er með athyglisbrest, ég get ekki skoðað þetta allt. En það sem ég hef lesað er fucking disturbing, sko. Þetta er ruglað. Ertu að leita Trump denied Supreme Court review in E. John Carroll sexual assault case. Já, það sem var núna. Var hann dæmdur eða? Það er búið að dæma málið og þetta er svona farið í herridóm og Supreme Courtið neitar að fara yfir það. Okay. Það er svo komið þannig að hann gæti tekið kannski. Hvernig er dómari? Hvað stendur hvað var hann dæmdur? Borga 5 milljónir. En hvað var hann dæmdur fyrir? Sexual abuse og defamation case var þetta. Okay. Eitt af mörgum eða ekki sem bara, þetta er bara komið svona langt. Sexual abuse. Ég meina pæli í því, ég meina, þú veist, ég var á Trump-vagnum sjálfur og ég held virkilega að hann væri að fara drain the swamp. Varst þú svona QAnon-gæi eða? Nei, ég var nú ekki alveg þar, en ég var alveg bara, við erum með Alzheimer sjúklingin Biden sem að getur ekki labbað, sko. Já, varst þú þefandi hárun okkur lillu stelpum? Já, og allt það, skilur, og maður sá það bara, wow, þetta er forseti Bandaríkjanna. Já, furðulega hefðun. Já, það voru stórkoslega ræður sem það hélt, sko. Ég elska að horfa á ræðunum, og þú varst bara hvað er þessi gaur að reyna að segja? Það vissi það ekki sjálfur. Nei, ég veit það. Ég sá mér sem ég kannski bara gaur í eyrun að segja sig hvað hann segja og sagði það satt fyrir. En síðan var það líka bara konan hans var bara satisti að láta hann gangi gegnum þetta. Skilur við? Þetta segir það manni, ég var ekki mjög sýttið það. Og ég meina, og síðan bara kemur í ljós núna, þú veist, Trump er bara í vasanum á Miriam Edelson og Larry Ellison og öllum þessum síónista, þessari síónista klíku og það verðist vera að hann sé bara fastur í veginn þess vegna kemur að gefa þetta óvart núna að, þú veist, hann setur stólinn fyrir dyrnar hjá Bibi núna í Íran. Það er náttúrulega líka bara út af hverju ætlið það sé. Út af því að það er náttúrulega núna, sko, náttúrulega búið að vera alveg, ég er náttúrulega búin að fylgjast alveg vel með þessu málum með hana bara í raun og bara stuðningunni í Ísrael bara búin að evaporata núna, skilur við, af skiljanlegum ástæðum, og þetta er bara konið í stærra þjóðamór bara heldur en hann bara hefur líka við sést, skilur við, þú veist þessu ekki með útlendingabúðir, þá er bara sjá hana þessu að veiða liðið, þú veist, fólk er að hlaupa yfir landamærin, þetta er bara svona red light, green light, þess að ég byrja að skjóta þau, skilur við, á okkur vissum tíma, og þetta er bara fucking viðbjöður. Nei, menna þeir eru að skjóta barn sem er á brjósti inn í tjaldi með svona quadcopter, skilur við, sem er með myndavél, by the way, sem er tengt Palantir. Þeir sjá að þetta er barn á brjósti og þeir skjóta barni í hausinn, þú veist, með dróna. Það er eitthvað special level of evil. Það er special level of evil. Sko, þetta er samt gerst í öllu stríðum. Þetta er eiginlega bara stríðsástandana og
Þetta samt komið svolítið fram yfir öll velsæmismörk sem í gangi hérna, sko. Þú sér það sko í Írak, þarna þegar Bandaríkjamenn réðust inn í Írak og þetta þú getur hort á það er ekki viðtöl við þá. Þeir kölluðu þetta cut the grass while it's low, sláðu grasið meðan það lágt. Cut the lawn. Þannig að þeir fara þarna inn og þeim bara skipað. Mow the lawn, segja þeir einmitt. Þú skýtur allt. Það skiptir ekki máli hvort þú kona, barn eða eitthvað, þú skýtur allt og þá komur með þetta heiti við það að drepa börnin í Írak að, cut the grass while it's low. Þetta var í Ísrael, þeir kallaða mow the lawn, þeir fóru alltaf á 2 ára fresti og slóðu grasið, eins og þið segja. En þetta voru bandaríkjamenn sem ég var að horfa á viðtölum sem voru að segja það við Írak, þetta var stríða. Þannig að þetta er gert í öllu stríðum. Ég held að þetta fyrst komið upp í Vietnam. Við gerum okkur alveg grein fyrir því, en þú veist, hernaðurinn sem er búin að vera þarna í Gaza og núna í Líbanon, þetta er bara... Líbanonadrið náttúrulega bara, þú veist. Ok, og þeir segja alltaf, ég meina, þeir geta alltaf sagt Hezbollah voru þarna, eða, þú veist, Hamas voru þarna, Hezbollah voru þarna, Hamas voru þarna. Samt sem áður erum við að tala 60% af þessu eru konur og börn. Já, nákvæmlega. Og, þú veist, sú tala er bara, plattóið, fyrir störa. Og hérna, og auðvitað þetta líka að það fer engin fréttamaðurinn inn, af því að þeir eru bara drepnir í leið. Hvað er búin að drepa til marga fréttamenn? Það var bara... Yfir 200 held ég. Já, bara... Ég man ekki töluna nákvæmlega, en þú veist, það er bara fáránlegt. Þetta er ástæða fyrir að það var komið með viðnefni grimmu gyðingurinn. Hann er alveg grimmur. Hörru, já, Davíð, sér þú hvað er búin að drepa marga þarna? Nei, ekki alveg ennþá, sko. Sko, þannig að út í að nefnilega mér svolítið magnað, þú segir eitthvað 200-300. Já. Spáði, í seinni heimsstyrjöldinni dóu 67 annað fréttamenn í öllu stríðinu. Segir hérna 129 seinast ári. Á síðasta ári. Þeir eru búin að tvöfalda seinni heimsstyrjöldinu á 1 ári. Það er sæll. Ég ætla að halda með töluna 200. Ég meina við getum reiknað með því að þessi fullt eitthvað independent journalist svona dæmis sem við líka skotu og bloggurum og eitthvað. En síðan líka bara spurningin sko, ef við ræðum þetta eðlilega í seinni heimsstyrjöldinni þá held ég að ekkert vera að hleypa fréttamönnum með eins og ég gert í dag. Það var miklu meiri leyndi yfir. Já, líka það var aðeins meiri logistik í gangi út í að það kostaði bara 18 milljónir að fljúga flugulega eitthvað. Já, líka bara það var allt bara svo mikið leynd. Þú varst bara hengdur eða þú sagðir eitthvað hvað herinn er að gera. Það var bara þannig að það var allt öðruvísi stemning í þá daga sko. Já, líka hvað heitir það dóttir sem voru undan CIA sem byrjar að netta OSS, já, nákvæmlega. Saga OSS er líka Þetta grínast, ég er búin að stúdja það nýlega, það er svakalegt. Fucking hell, maður. Ég þekki það ekki, segja mér frá því. OSS var sko, hernaðar, sko efsta surveillance sem var í gangi basically í Bandaríkjunum þegar seinni heimsstyrjöldin byrjar er rannsóknardeilin flótan. Það var svona highest intelligence. Og svo er stofnuð deil sem heitir OSS, sem er forveri CIA. Basically. Og það er þeir sem er raunir allt gæjar OSS sem stóðu sér fyrir MK Ultra og öllum sem eitra fyrir fólki í Tuskegee og bara öllum sem svona batshit crazy tilraunum svo eru gerðar í Bandaríkjunum á þessum tíma. Ruggla. Já, svona eins og að sitta, þú veist, LSD, vassbóli og smábæ og bara sjá hvað gerist. Já, segja síðan að það hafi verið brauðið. Já. Það voru sveppir í brauðinu. Já, einmitt. Erum við dreipið alla? Nei, og líka bara, þú veist, Black Magic sem að fylgir þessu, verðist vera. Þú veist, Alan Dulles og Ed Bush, þetta er þess að Bush eldri, má ekki gleyma því að Hann var náttúrulega yfir CIA. Hann var yfir CIA á sínum tíma áður en hann, ég held að það er bara rétt áður en hann var forseti. Já, ég held að þetta sé bara síðast opinbera embætti eða eitthvað, ég er ekki viss. En það er svo margt grimt annars sem ekki verið að tala fyrir greip fyrir mig, en við vorum að tala þetta sko með bæjarfélagið, þá voru þeir að setja LSD því þeir rannsökuðu það alveg bak og fyrir. Davíð? Menn það bara koma þess með fréttamenn að það er ekki seinni heimsstyrjöldin. Jú. Það er svona 67-80 hérna okkar liði. Nasistarnir drápu 1400 og Rússarnir drápu 2000. Fréttamenn. Þannig að það voru svona 3500. Var það afsýnum eigin fyrir að segja vitleysa fréttir? Já, það er sko, það er 60-69 accredited war correspondents. Já, sem voru covera Allied campaigns. Já, sem voru, þú veist, Allied. Síðan var það nasistarnir megin og russamegin og... Já, reyndum við náttúrulega að gleyma því að tölunar þannig, já,
Það alltaf að telja tölur öðruvísi fram, sko. Já, þú var skýðingur og fréttamaður og Já, þá var varst Sigurður þarna betur, hinum sko. megin, Svo má ekki gleyma því að við erum að taka upplýsingarna frá Wikipedia og Google og hver er við því? Þannig að hver er ritskoða það? Það hann Ég meina, akkur lærum við ekki í skólanum meira bolsjevisma eða sem sagt byltinguna í Rússlandi á sínum tíma. Já, sem var náttúrulega bara að drepa fleiri heldur en bara... Það var bara fárán, það voru nákvæmlega. 66 milljónir, þú veist, sem var slátra, aðalega kristnir. Við heyrum ekki... Bolsjevikarnir náttúrulega voru Askenasíkingar eða eitthvað, það ekki? Jú, eða 80% cirka af þeim voru, já, give or take 80% og þeir sem voru í hæsta echelonum voru eiginlega allir gyðingar en samt sko atheists í rauninni. Þetta voru ekki Shabbat Ljubovits gyðingar þannig sko. Þetta voru bara... Já. Þú er svo góð með törmin maður, mér finnst það að því, ég veit ekki neitt þessi törmin. Það er svo þessi Shabbat Ljubovits... Hvað ár og þetta sér það? Þetta er... Þegar sko Stalin náttúrulega var frontmaður fyrir bolsjevismann og náttúrulega... Áður en það gerist, þá er það hérna... Þannig að bara eftir að Romanov fjölskyldan drepin, þannig að taka bolsjevikarnir við. Já, eftir að Romanov, einmitt, fjölskyldan var drepin svona... En þetta var þeirra eigin fólki, rússar að drepa rússa. Og við vitum ekkert hvernig við vitum lítið að allavega, hvernig aristokratarnir létu, en við vitum það að það var sko gengið til bols og höfuðs á öllum sem komu nálagt þessari aristokrasíu sem að réði þá og þetta voru aðalega orthodox kristnir sem að voru þarna og prestar voru bara dregnir út og drepnir í tonnatal sko. Ég horfði á heimildumyndum í daginn sem var fucking svakalega sko. Já, ég þarf að kynna með þetta. Já, þetta var ég vissi eitthvað svona smáumynda skilur en þegar þú svona kafarast dýpri í þetta er sko, hann má alveg virkilega deila sko hver var í alvörinu vondikallin í seinni heimsöldinu með það sem að lesa þarna sko. Já. Þú veist, þótt að við vitum að það verið fullt af vonduköllum en ég meina, það er ekkert svo Roosevelt og Churchill að vera ykkur góðu gæjar, sko. En við megum ekki gleyma því að það voru í rauninni gyðingar sem að lýstu stríði sem sagt yfir þjóðurum á sínum tíma áður en nasistaflokkurum var til. Já. Það var 1933. Og náttúrulega líka, þú veist, líka takan í reikningin náttúrulega innræðsling hjá nasistum inn í Pólland. Þeir voru sko að frelsa hluta af Pólandi sem voru bara þýskir ríkisborgarar. Þeir voru ekki að ráðast beint inn í Póland á sinn hátt. Og þannig að þessi bókabrennar voru upp til hópa sko, voru að brenna klám og þannig að svona ósýnlegt dæmi út í að Hitler var allur betrumbætingu þjóðfélagsins. Og hann má eiga það kallinn, hann stóð svona helviti vilja að bæta hag þjóðarinnar í byrjunum stríðina og allt varð bassitt hverju síðan sko. Sko, ég held nefnilega með Hitlerinn að þetta er alveg stránglega bannað að segja þetta. Ég kannski komið tími til að taka disclaimer núna. Þetta er allt til gaman skert hérna, krakkar. Já, ég meina að þið verða að gera grein fyrir því að við erum ekki fréttamenn og við vitum bara fullt alls konar sko. Þetta er bara allt bull sem við erum að segja og við vitum ekkert hvað við erum að tala og þið skulle enga veginn taka marka á neinu sem þið ekki hringja í kanadísku ríkisstjórnina og láta leggur inn eða eitthvað. Nei, þetta er allt grillað og allt gert bara til að hafa gaman af. Já, nákvæmlega. Skulum bara segja það. En allavega það sem ég ætla að segja og ná kemur þetta sem má alls ekki segja. Ég held að Hitler í byrjun hafi bara verið að standa sig helviti vel en síðan var auðvitað gaurinn á bara með það amfetamíni. 67 mismunandi eiturlyfjum á hverjum degi. Morfíni og kókainaugdrópum styrum og þetta eftir að ganga bara 6 mánuði á þessu það er alveg sem okkur það er tórum fucking klikka og sér það skilja, gæinn alltaf er fyrirhundi hermaður sem langaði bara að vera málari og svo bara brennur hann fyrir þú veist þannig að líðvöldinu og það er ekkert hann sem í rauninu stendur í næsmann og það var gæi sem var að gefa út blað í Frankfurt þegar finnur hann bara eitthvað að halda eitthvað reiði randa á okkur bar og hann bara verður einhver frontmann. Nei, það er eitthvað ekki þannig. Þetta er nefnilega að fyndin saga hvernig þetta er gert. Hitler var í hernum, nema hann var svo lítill og... Og stríðsetti af Rússlandi, sant, sko? Hann var alveg harður í... Mega decorated, sko. Í skotgröfunum. Hann var samt ekki vel liðinn allavega til að byrja með, veit ég. Ég þarf að lesa mig betur þetta ef hann var decorated þarna. En ég veit allavega early on, þá hélt hann sig rosalega út af fyrir sig og var mikið einangraður. Og
síðan aftur á móti kemur nýtt stjórnmálaaflana sem Heyrðu kallið minn, hann var með Iron Cross sem hæsti heiður Þýs Hermanns frá 1918 hann með Wound Badge, hann með Golden Party Badge hann með Bavarian Cross of Military Merit og hann bara með öll velunni, skilur. Ok, þá ég bara að hlusta á fyrri partina af sögunni með þetta. Fyrir hvað fær hann þetta? Kemur það þarna fram með það? Hann fyrir hetjudáðir á Júl. Já, það? Já. Vá, ok, maður. Ætla hann hafi ekki verið þarna Battle of Somme og Þetta sko... allt þetta. Ég líti á sónu út þarna. já, Ég man bara, ég var að skoða þetta á sín tíma og var að hlusta podcast með þessu eitthvað svoleiðis, og þá var alltaf að tala í byrjunni að hann var ekki vel liðinn. Hann var mjög skrítin, víst, sko. Það var eitthvað svona þannig, svona persónulega illa liðinn, en hann var sem bara gett góður hermaður, sko. Ok, það getur verið maður. Því hann alltaf fekk svolítið credibility þegar hann var að koma fram þarna út af það, skilur. Hann var alltaf með, sko, en það getur vel, hann hefur verið valund á því, sko, en máli að, og þarna kemur fyndi hvernig þetta þeir senda hann undercover, fá Hitler til að fara svona undercover í nasistaflokkin sem upprísandi aflana og ríkisstjórnin sem þá við völd, kemur hérna, hei, þú fær hérna helviti mikið budget og skoða hérna flokk hérna, gerur skýrslu hérna, farðu bara og þykist vera bara, hei, hvað í gangi hérna, skilur nema hann þetta sendur hérna inn með allt þetta budget og hann bara einsvæn og tekur bara völdina. Ég var að skjóta inn í finnri staðarind, hann bara hérna, vitið hvað var fyrsta verkefni hans var Putin í KGB? Nei. Það var að infiltrata Jim Morrison samfélagið í hvað háskóli var það? Í San Francisco? Já, hann var bara að spila og gítar alltaf í gröfuna Jim Morrison og eitthvað. What? Já. Ekki, já maður, bara ruglað, sko. Hann ætlaði að lópa, hann var að spája að fara bara, stinga af bara, þessi hverfaði bandreiknum og langaði bara að vera að spila gítar. Já, en svo bara Putin. Já, Putin. Elsku kallinn. Það rosaleg saga, maður skoðar Putin hvernig hann búinn að vera bak á tjöldin svona hversu mörg klónir hann með, maður? Hversu mörg? Hann svo mikið að body double svo það bara meikar ekki sens, sko. Já. Er það? Já, maður. Við vitum það allavega að þetta var ekki Biden, alltaf. Þú veist, munið eftir þegar Biden stækkaði allt í... Ég sá það, sko. Það voru bara 10 centimetrar sem var bara, eða meira, sko. Það var mjög undarlegt, hann var alltaf mjög hávaxinn, sko, og þetta var ekki sjónarhóttni eða neitt þetta vídeo, það var bara glætan. Það var líka andlitið á honum breytið, sko, bara... Hann var bara svo ferskur alltaf. Já, nákvæmlega. Algjörlega, ok, það geta verið, sko, lélegar lítalækningar, ég veit það ekki, en hann varði einhvern veginn svona strektur. Þú veist, hann var gjörbreytt. En ég sá, sko, einhverja samsæriskenningu, ég elska samsæriskenningar, að hann hefði verið tekinn af lífi, sko, það var 2019. Já. Hann hefði verið... Það er einmitt þá sem hann kemur þetta að koma vídjóna sem leit út fyrir þetta að vera bara gæði með grímu, sko. Já. Og það búið að analysa það og það vist ekki neitt sem bendir til þess að það sé óraunverulegt, sko. Nei, þetta kom líka, var þetta ekki Epstein skjölunum, þá kemur þetta fram þar. Jú, þeir eru að grínast. Þeir eru bara eitthvað að djóka í, sem sagt, einhverju e-maili, eitthvað, which Biden is this, eða eitthvað hlust. Já, nákvæmlega. Það var eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en það var greinilegt að ykkur er þarna uppi, vissu að því og voru bara skellir hlægjandi. Það kemur líka í Epstein skjölunum, hann hefði verið tekinn af lífi með skotsveit árið 2019. Jú, alveg. Það kemur, sko líka bara bróð. Og hann hefði verið evil, hann hefði verið vondur maður og að skrifa líka þarna. Spáði ég var Jeffrey Epstein að segja þessi vondur gaur, sko, þá bara er eitthvað, við talum mann bara, sko, spáði þess að Jeffrey Epstein, þetta er bara maður, hann tókst að gera an evil thing frá einhverju einasta augnabliki þegar hann vaknaði, þá hann fór að sofa, hann bara einu voldi öll evil. Maður verður að dásta skipulagshæfileikunum sem þessi gæi hafði í að vera voldur. Talandi að multitaska bara út á verundinu með laptopið, já, ok, ég ætla að försla þennan gjaldeyri og ég ætla að flytja 10.000 börn frá Líberíu yfir til Bandaríkjanna. En ef við skoðum þetta, svona raunhært svolítið, nú alltaf verið að ljúga þetta að okkur og við vitum aldrei hvað er satt. Hvað, þú veist, ef hann vissi eiginlega ekkert hvað var í gangi. Hann vissi bara það, þú fær þessa eyju, þú fær alla þessa peninga sem enginn vissi almennilega hvað var. Hann vissi hvað var í gangi, maður, þessi gaur var bara, hann var augljóslega Mossad agent. Já, sko, hann alveg pottitt það, sko, en
allt í kringum hann, þú veist. Jeffrey Epstein Að vera sjálfur var svo grimmur í að gera þetta sjálfur. Heldurðu það? Já maður, það bæði bara photographic evidence það og svo bara... Þetta bara sonur Sata sem var svona devious og svona gáar, af því að það sem hann var að gera... Hann bara einn af mörgum svona gaurum, sko. Það er ekki einn Jeffrey Epstein, sko. Hann kemur hann inn á vegum Donald Barr fyrst, bróðir Donald Barrs eða eitthvað álíka. Já, þetta var sko, hann kemur inn í Dalton skólan þar. Já, og þar finnur sem sagt hvað heit hann, Jamie Dimon Leon Black. Nei, sko málið það, hann kemur inn í Dalton og var að private tutora sko svona Alan Greenspan og einhvern annan líka. Og það var bróðurinn mitt og William Barr tendur svo líka, ég man ekki alveg hvernig upp að þeirri sögu var. Sko málið það, hann bara basically hann hefur komist inn í þetta á því að blackmaila sig frá Dalton-skólanum yfir í Bear-Stearns, sko. En af hverju honum boðið þegar hann ekki orðin sko 30, hann allt í einu komin í CFR. Hann bara Council on Foreign Relations. Hann var í einhverju sko, einhverju svona elituprogrammi fyrir The Gifted, sko. Svo bara, það gæti alveg verið, hann sé bara MK Ultra case, skilur. 100%. Þú veist, maður veit það ekki, og þetta, ég hlakka, ef þessi skjöl komið til hann út, almennilega, bara í fullum útgáðum. Það er alveg ástæð fyrir því DOJ núna í síðustu viku sagði bara við alríkisdómstól bara, við ætlum ekki að gefa þetta út, þótt að þið segja okkur að gera. Þetta er bara the collapse of society as we know it. Já, þeir sögðu það bara. Það er eitt heilin að mér eins og gladaður, ég man aldrei nefnd maður, ég sniffaði alltaf mikið því ég var lítill. En sko... Var teppalímið það? Já, það var sipp og bensin í póka. Sipp og bensin í póka? Já, Ægir Djöfli kenndi með það. 90s maður. Ægir Djöfli gópaði. Ég málaði mynd á hann. Já, góð. En sko, mér langar að spyrja, það var kona sem var involvuð þarna, dóttir eitthvað brjálaðan gyðings þarna í leyniþjónustunum, veitu hvað kona? Ghislaine Maxwell. Nei, það ekki. Jú. Svo, dóttir Robert Maxwell. Já, sem var rosalögur. Mesti njósnari Mossad fyrr og síðan. Og KGB og MI6. Og þá kem ég aftur inn á þetta, haldið ekki að þau hafi frekar verið heili baka við þetta allt saman heldur en Epstein sjálfur? Góð punktur. Ég held að það hafi verið kombo, sko. Ég held að hann maður stjórna, ég held að hann hafi engan vita almennilega hvað er í gangi, hann var bara á djamminu, þurfti bara að leiða fólk í partí og síðan voru leyniþjónustar búin að setja upp eiguna, búin að byggja þetta hús, það er ekki eins og hann hafi byggt þetta hús með einhverju leynimyndalmað og ég held að hann hafi bara verið eitthvað geimt í þessu öllu saman og þetta er miklu stærra heldur en það sem við höldum. Sko ég skal bara loka því. Þetta er miklu stærra en við höldum, það er alveg rétt. Við verðum að fara 100 ár aftur í tíma, þú sér það, við erum með manni eins og Roy Cohen, það er reyndar ekki 100 ár. Roy Cohen sagði vera til dæmis læri fyrir Donald Trumps. Já, Roy Cohen, hann var með svona honeypot operation í New York, í húsi sem að Donald Trump kaupir síðan seinna meir, ég man ekki hvað það heitir. Roy Cohen var í rauninni hægri hönd Meyer Lansky. Og Meyer Lansky, þú veist hvað það er, mafiosi, sem vann með Lucky Luciano og sínum tíma. Hann var the brains of the operation, eins og sagt. Hann er einn af þeim sem er einhver stæðsti styrktaraðili á sínum tíma á Ergun, sem sagt hryðjuverkahópum gyðinga og ég man ekki hvað allir þessir hópar hétu. Hann var að flytja vopn til Ísrael. Á sínum tíma, meðal annars. En þetta operation er talið til dæmis hafa, hvað heit hann sem var yfir FBI fyrst? Þeir voru með blackmail á yfirmann Hoover, J. Edgar Hoover. Hann var bara í kossilettu bara, þú veist, í þong og með einhverjum smástrákum. Þeir áttu það á mynd á sínum tíma og það var svona marriage eða sem sagt brúðkaup sem sagt OSS sem seinna meir verður CIA, þeir gerðu samning á sínum tíma, auðvitað líka bara í heimsstyrjöldinni, þeir notuðu mafíuna, notuðu sem sagt, ég man ekki hvort það var Endragneta eða Cosa Nostra eða eitthvað álíka á sínum tíma. Þetta er rétt, en það var annars sem við taka inn í, að þú sér eins og sko, Les Wexner, sem er hann alltaf er fyrrverandi Jewish mafía
í Milwaukee. Hann talar mælanskil. Já, nákvæmlega, þeir voru tengt, Milwaukee og New York mafían voru tengt, það voru gyðingar sem stjórnuðu Milwaukee mafíunni, það voru Ítalinir sem stjórnuðu New York, þannig Milwaukee segir var gyðingarnir og segir niður. Og málið það náttúrulega að leyniþjónusturinn í Bandaríkjunum voru að nota það sem kallaði Jewish Network, sem sko í raun og veru upplýsingapunktur frá sko gyðingaglæpamönnunum í Bandaríkjunum. Og Robert Maxwell tengileginn til að koma sig yfir til Rússlands. Þannig sem að... Já, ég man eftir ég las þetta. Já, nei, þetta er bara staðreynd. En til þess að bara, þú veist, við erum konur svona langt aftur í tíman og þetta er búið að vera í gangi svo ógeðislega lengi. Þeir bara finna eitthvað skít á eitthvað og þeir eiga hann það sem eftir er. J. Edgar Hoover, hvernig lag þetta út með kossulettuna og þetta var ekki mynd á hann sem komst út? Hann var að leiða, sko, hann var að honeytrappa fólk í alls konar svona... Já, hann gerði það reynda sjálfur síðan. Já, hann var búinn að stunda þetta honeytrapp sjálfur og svo bara hann honeytrappaði sjálfur í gegnum honeytrappin sín, skilur. Það var bara fjall sjálfan sig. Það er bara he failed his way to failure, skilur. Já. En þannig að málið það að það byrjar ekkert þetta, þú veist, safna gögnum á fólk þarna, skilur þú veist, það bara Margita satt bara í Frakklandi, var dæmum þetta, skilur, árið 1700 eitthvað, skilur, þetta er búið að vera að gangi alltaf. Þetta er bara mannlega eðlið. Já, þetta er bara bully, skilur, bara financial bullying, skilur, information bullying. Þetta er líka núna í dag, þá megum ekki gleyma því að þú veist, dýrasti gjaldmiðill í heimi og þessi gjaldmiðill sem að virkar í þessari elítu eru illar gjörðir. Það ekki peningar, það ekki dóp. Það er bara illar gjörðir. Hvað get ég bara fengið upplýsingar og skítur, skilur? Hvað er það sem ég get fengið til þess að gera við lítið barn, til dæmis? Til að hafa á því. Já, maður séð alveg mikið þetta. Þú ætlar að komast í klíkuna, þá þarftu bara að gera það sem allir aðrir í klíkunni eru búin að gera. Þú þarftu að gera eitthvað ógeðslegt, þannig að við getum tekið lífi opinberlega ef þú svíkur klíkuna. Svo er náttúrulega líka sko... Þetta byrjar í skólakerfunni hefur bara Skull and Bones, skilur við. Já, það voru ekki búin að sjá myndina hana Bill Clinton með Stephen Hawking klæddan eins og litla stelpu sittur þarna í dúkkuleiknum. Já, býtu, wow. Ég sá hann bara í kjólum, var það ekki AI? Nei, í rauða kjólum. Nei, sko, vitið það líka hann stendur í Jeffrey Epstein-kjólunum með Stephen Hawking, vitið hvað var hans svona pervertiska king? Það var að láta sko dverga sem voru aðeins svo litlir til þess að ná upp í blackboard, reikna út flóknar jöfnur. Nei. Það getur ekki með. Ég skal bara finna það. Ég sverða, þetta er bara þannig. Stephen Hawking og voru þeir allsberir líka eða, þú veist? Auðvitað, hvað verður pervitis annars við það? Já, shit. Maður heyrt skrítið með Nei, þetta, sko. Þetta var nýtt. Þetta er eitthvað nýtt. Þetta er nýtt. Ég sko, þú veist líka að konan hans Stephen Hawking var fyrrverandi kærastan Jeffrey Epstein. Jaha. Já, og hann, sko, Stephen Hawking basically stál kellinguna Jeffrey Epstein af honum og gifti. Hvernig fór hann að því með þessu? Hann var ekki fatlaður þá. Nei, reyndar. Hann var Jeffrey Epstein að við eitrum við Stephen Hawking og gert það fatlaðan. Það er spurning. Svo líka annars sem málið það, sko, haldið ég virkilega að Stephen Hawking hafi bara verið eitthvað að hreyfa með einu vöðva í kinnina á sér. Heldur það ekki bara fjárstýrður gæi? Já. Svo bara Jeffrey Epstein bara parkaði með kvöldin, bara góða nótt, Stephen. Og svo þessi túlkur sem hann átti að vera með sem skildi hvað áðurinn voru búin að finna upp í raddurinnar. Gleymdi sér, þetta bara kjaftaði. Ég hef ekki séð það. Þetta er alveg, sko. Þú ert að opna dyr núna, maður. Sko, þú verður að stúdera þetta. Unsealed files include a public... Hann var svona trókar alls fagnar áður en hann var í hjólastólum, sko. Þegar hann var í skóla og svona, hann var allstaðar í öllum liðum fremstur og hann var virkilega svona dýrkaður allstaðar þar sem hann steig niður fætinum. Þú veist, það er náttúrulega málið það náttúrulega, það er líka þessi sjúkdómur sem hann var með, átti að vera með, hvernig sem þetta skilur, ég er alveg getið ekki trúi engu. Nei, það var ekki það, þetta heitir eitthvað ADS. Og hann, sko málið það, fólk lifir vel líka 2 ára eitthvað með þetta, svo kemur bara þessi eini gæi hérna og lifir bara eitthvað, verður bara besti physicist í heiminum, skilur, bara eitthvað tilinn, skilur. Hann lifði sko bara 20-30 ári yfir tímann sem hann átti að vera lifandi, þetta var eitthvað fárlegu tími, sko. Það var mjög undarlegt. En svo líka bara málið það, ég er bara komin þangað svolítið í dag, ég bara veit ekkert hverju ég á að trúa. Ég trúi öllu bara alla, skilur. En svo á saman tíma þá bara sumt það svo bastist crazy.
En svo hluti sem ég er svona batshit crazy fyrir 10 árum síðan er bara eitthvað child's play í dag. Það er bara norm í dag. Já, nákvæmlega. Það er bara, glimti að sé eitthvað plott eitthvað að gera þetta. Svo bara núna bara, já, jú, það er plott. En ég meina þeir voru byrjaðar að tala um þessa eyju 2012. Við skulum hafa það eða fyrr. Eftir neina. Var það ekki fyrr? Ég man þegar þú segði mig frá þessu fyrst, ég var bara, Addi, ertu eitthvað ruggla? Ég man svo vel eftir, ég var bara, djöfull, ertu klikkaðar, Addi? Ég bara var ekki, að þetta var svo ruggla sem þú varst að segja mér, að heili minn, hann var bara ekki að ná utanum að þetta væri í gangi eins og þú varst að segja. Ég man svo vel þegar þú sagði þetta fyrst, sko. Spá í einu. Síðan komið allt maður, ég bara byggði afsökunar á þessu, það er rétt fyrir þér. Líka voru búin að spá í einu sem er ógeðslega ruglað. Þið vitið að þetta tempúlana sem var á Epstein-eyjunni er byggt eftir eftirlíkingu af The Temple of Atlantis. Og Ghislaine Maxwell, ég myndi gæla svo að tala um á hann, Dr. Robert Maxwell, hún var með brjálaðan áhuga á Atlantis og gerði atvinnukafari og var alltaf að reyna að þau ætluðu basically að endurbyggja Atlantis og eitthvað svona Atlantic Poseidon Sorcery með einhverjum barnafórnum og eitthvað. Hún var með próf í djúpsjávarköfun, hún var með próf á þyrlu og hún var með próf á þessa kafbát. Já, Jeffrey Epstein gaf henni kafbát sem heitir því Atlantis Vessel. Þegar þú átt alltaf mikið á peningum og hefur ekkert að gera það tíma. En Terra Mar, 100%. þetta projekt Terra Mar sem að Ghislaine Maxwell talaði fyrir til dæmis bara Evrópuþinginu. Já. Og hún var að tala um þetta Terra Mar projekt. Það var einfallega sem sagt örugglega front til þess að, þú veist, stela börnum og þvo peninga og hitt og þetta. En líka bara hennar áhugamál var að leita Atlantis úti fyrir Mexiko flóa. Já, nákvæmlega. Pældi í því. Já. Og hún var bara sannfærð bara Poseidon, Poseidon náttúrulega er í raun og veru eins og Lucifer er í okkar trú, skilur við. Og það eru til okkar á trú, Google Kristný. myndir sem er ekki AI af bara musteri sem að þau fundu. Það var þeirra fucking crew sem að fundu þetta undir sjónum. Ég veit ekki, þetta er einhver 300 metrum undir sjáamáli eða meira. Þetta er bara rugl. Já, ok, ég er ekkert að grína, skilur, bara svona, ég er búin að lesa hellinga af skjölunum, skilur, þáttum við vantir nöfn og svona dæmi. En bara það sem stendur hana, skilur, og annarkvæmt er þetta bara mest elaborate smoke and mirrors dæmi bara ever og bara, þú veist, sem ég bara er ekki að kaupa. Og en þannig að það bara ruglið sem var í gangi hana og bara líka eins og núna bara með hana með þetta beef jerky dæmi og allt það dæmi, skilur, þetta er svo bara, þetta disturba mig svo mikið. Herru, þetta er rosalega, ég las það reyndar hérna, can you walk the beef jerky over to us? Já, já líka, þú veist, ok, hugsaðu þetta, ok, þú veist, við erum að tala um ríkast fólki í heimi og það er alltaf að tala um grape soda, cheese pizza og beef jerky. Þetta er ekkert eitthvað high cuisine, þú veist ekkert eitthvað, hver eldar beef jerky? Sko, fyrir það sem veit ekki, beef jerky, þá varst að borða börnin, pizza party, þá varst að nauðga börnunum. Hvað var grape soda? Það er grape soda, grape. Já, ok, það var nauðga, hvað var pizza? Það er basically þá dröggaru fólk og nauðgaðin áhrif þannig, sko. En þetta var, ég las þarna textanum, ég sá þetta að það var að taka þetta saman, þetta beef jerky, og það sem var þarna walk the beef jerky over to us. Það var að senda e-mail. Já, líka bara eitthvað, how is your jerky situation? Hvernig ekki bara fara út í búð og keypti sér fucking beef jerky, skilju? Og $1 billion, er ekki með þjóni eða eitthvað? Síðan líka þetta fólk er að geta humar og allan ánskota með bestu kokka ever og þau eru öll óði beef jerky. Já, líka þú veist, Jeffrey Epstein vildi helst bara borða bitamat, sko. Já, þetta er bara... En síðan kemur þetta og ég sá þarna með andóksefnið í börnum, það var... Adrenokrómið og síðan stoppfrumur í blóðinu. Já, sko, það er efni í blóðinu sem er núna alveg legit að ef þú drekkur það, barnablóð, þá... Er það ekki til 6 ára aldrei segja eitthvað svolítið? Það var, ég man ekki hvað aldur það var. Stoppfrumumagnið minnkar, stoppfrumumagnið í líkamanum byrjar að minnka þarna. En sko, það mun hafa góð áhrif á líkama þinn og frumuna þína og það heldur ungum. Þetta er svona ákveðið andóksefni. Ef barnið er nógu hrætt. Og ef þú hræðir það, þá eykst magnið í blóðinu úr öllu valdi, þannig að þú ert að hræða það eins mikið og er. Og þetta er vísindalega staðurinn. Og þess að spáðu sá þetta, þá bara, wow, veist, en þetta er samt svo svart og þannig komum við inn á eitt annað fyrir gefjörni. Sko, málið er, og þetta kemur frá fólki sem er búið að rannsaka alls konar svona kynferðislega misnotkun og allt svona. Það er ekki það að þegar einhver innan fjölskyldu segir að einhver hafi verið misnotaður eða eitthvað svoleiðis,
þá hlustar fólk ekki. Það er ekki því að það er gert af illum toga, heldur rannsóknir sýna það að heilinn getur ekki höndlað þessu upplýsingar. Þannig að hann ýtir þeim í burtu, bara með undirmöndurinn. Þetta er of mikið fyrir heilaðinn og þess vegna er fólk bara, herri, ég bara get ekki hlustað á það, ég bara trúi að það getur ekki tekist á við þetta. Nei, þetta er svo mikið árás á raunveruleikann, skilur. Það er það, sko. Þetta er gallinn við svona misnotkunar dæmi, þess vegna gengur svo erfilega að fá fjölskyldunum til að hlusta á þau svona. Þannig að þá getum við ímyndað okkur að mál eins og þetta með Epstein, segjum að þeir hafa verið að drepa þessi lítil börn, bara til að fá þetta yngingarefni, svona visku, æskubrunn segi ég, og vera að slátra á börnum fyrir það. Þess vegna er einhvern veginn allir búin að ýta þessu til liðar. Þetta er of mikið. Þetta er of mikið. Það getur ekki tekist á það. Þið vitið hvað Nick Bryant það ekki? Jú. Nick Bryant rannsakaði The Franklin Island skandal. Það var hann í 80s sem bara nákvæmlega í stæminu, það var bara ungi strákar sem var verið að taka þar. Og svo er náttúrulega annað skandal bara í Englandi, skilur, sem er hvað, 60 eitthvað, sem er Fox Island, skilur. Þessari íur hafa verið til alveg bara... Talandi England og nú er eitt með Starmer, voru búin að heyra Starmer og það var kveikt í bílum hans. Fyrir það sem við vita ekki, sko, það er talið að Starmer hafi verið að taka í litla drengi þarna, því að nú voru þeir voru að selja sig, víst, þessi strákar, þetta voru bara einhverju táningsstrákar sem voru að kveikja í bílum hana, hvaðan voru þetta Palestína? Úkraínu. Var þetta Úkraínu? Og þetta voru svona gleðidrengir svokallaðir, það sem þú getur keypt þjónustu, þú veist. Já, var það þannig? Ég var ekki búin að kynna mig með börnunum sjálfum. Þeir kveiktu í bílum hjá Starmer. Þeir borguðu honum ekki. Eða sem sagt, hann borgaði þeim ekki. Já, og þeir voru fúlur út af því, þess vegna bara, þeir voru bara full gangsta og fóru og kveikti bílnum hans. Og big up strákar saman. Já, big up. En málið er að það var strax, fór ykkur saga í gangum og Rússar hefðu plantað þeim og þetta væru útsendarar Pútíns. Auðvitað eins og alltaf. Já, en þú veist, það er alveg hreina línur að Keir Starmer er eitt af þessu börnum, hann kemur í gegnum Balfour eða hvað en ég man ekki hvað þetta heitir en ég veit hvað það tala sko. Já, þú veist, Jimmy Savile, hann tengist konungsfjölskyldunni í... Það er nasty. Það er creepy. Wow, sagan baku Jimmy Savile er eins og ruglast. Keir Starmer, það eru til myndir af Keir Starmer, þar sem að hann er svona 12 ára eða eitthvað leys og Jimmy Savile er með honum sko, og þú veist, hann er eitt af þessu börnum sem er alveg mjög líklega MK Ultra Já, líka, sko, Jimmy Savile, hann hefði bara verið að vinna á einhverju barnækjaspítulum, skilur við, það var bara beinan aðgang bara í... Með sína eigin skrifstofu sem enginn mátti koma inn á og ekki bara barnaspítulum, líka á munaðarleysingahælum. Já, og Broadmoor-fangelsinu. Fóru og sóttu þessa munaðarleysingakrakka til að fara með þá í bíltúr og hann hefði bara aðgang inn allstar og síðan var hann að hanga með konungsfjölskyldunni á sama tíma og var að hjálpa þeim í pólitísku málum með þess að þau voru að hringja hann til að fá ráð. Þessi gaur var bara innmúraður allstar. Þetta er eitt rugglaðasta... Það verðist að endast svona gæm allstar, maður. Þetta er bara fucking creepy, skilur við, og hann er bara, Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein voru basically með bara lykilinn á bakdyrunum á höllinni hvenær sem þau vildu. Pældi því. Það var einhver Secret Service gauður sem að lag því út, sem að var að vinna þarna. Var ekki hann í fyrra bara? Jú. Og þau gátu komið eins og þau, bara komið og farið eins og þau vildu og hann alltaf prinsinn, þú veist, sem skeit all svakalega upp á bak núna. Við vitum að samt ekki. Andrew. Hvað var eftirnafnið hans? Það var... Mountbatten. Gamli Mountbatten. Gamli kallinn sem var besti vinnur Kalla Kongs sem er dáinn í dag, hann var sko prolific barnanöðgari ásamt Jimmy Savile á sínum tíma og þetta er búið að fylgja konungsfjölskyldum út allan heim. Strákar, þið vitið það sko, þið vitið hvernig orðið ballerína, stéttin ballerína var til. Þetta voru litla stelpur sem voru að dansa fyrir ríka kalla láta nögur sér. Þannig verður listinn ballerínum til. Þú sér bara gömul málverk með þess að ég man bara eftir þessi listaskólanum, hver var það sem að mála þetta? Þá var málarinn að benda á þetta nokkur neginn, það var svona skuggi af svona gömlum reffilegum kalli með pípuhatt sem er svona peeping tom bara að horfa á ballerínum. Já, svo creepy mynd maður. Já,
þetta málverk maður. Hvort það var, þú veist, Mane eða eitthvað Það álega. ekki að tala um að líta yfir í lestinni og konan situr fyrir aftan og lítur til hliðar til þess að undirstrika hvernig ég raun og veru... Þetta var sem sagt á svona ballettsýningu eða eitthvað. Já. Og það er greinilega að vera að hinta að því á þessum tíma, þú veist. Þetta er búið að ganga í þessu hæðsta echeloni bara forever. Og það tengist náttúrulega líka bara, þú veist, djöfladýrkun, basically. Já, 150%. En það er samt líka búið að vera sko rosalega lengi þessi mýta að ef þú borðar hreina meyjar og svona, þá heldur þau Já, meina, Elizabeth Bathory var að baða þessu upp blóði, Var það með rússadrón? Nei, Elizabeth Bathory var hana bresk, hana hefðbrú, sko. Ég man ekki hvað hann hét, það var ein líka í Rússlandi sem var alveg grimm, sko. Var ekki Katrín Mikla eða eitthvað, ég man ekki, hver var alveg það? rétt. En þetta er alveg þekkt, skilur, þetta er náttúrulega bara þetta konsept vampíra, náttúrulega kemur bara frá okkur aðalsfólki, skilur, sem var bara að dreina eitthvað fólk, skilur. Algjörlega. Já. Svo er það líka að fyrir að skoða svona þessi dæmi svona Abattoir of Mercy og þetta dæmi hann í Belgíu, skilur, og það sem tengir sig Martu Tró og allt það, skilur, þetta er búið að vera bara... Ef maður skoða Martu Tró er einn mest prolific hana barnamorðingi og nýðingur og belgiska ríkið hélt yfir hann vendrahund og það var það slæmt, þetta er... En hann var fall guy fyrir í rauninni, það var þess að gaur sem að seinna meir var forsætisráðherra áður fyrr var hann varnarmálaráðherra og eitthvað áleika. Það er til bók eftir konu sem heitir Annika Lukas sem að elst upp í svona satanist... Þetta er 1996 sem The White March á sér staði í Belgíu. Það voru 300.000 mann sem mótmæltu ríkisstjórninni út í að þau voru að halda vendraðindi yfir þessu gæja. Já. Þetta er svo stutt síðan. Já. Annika Lukas hennar frásögn lýsir í mjög vel hvernig börn eru tekin frá því að þau eru 3-4 ára gömul og þau verða grúmuð inn í þetta bara ógeðslegt, sko, ég var búin að horfa á þetta og þau eru send á milli halla, skilur einhvern svona mansions og á eyjar hingað og þangað. Seinna meir til þess Annika Lukas var keypt af David Rockefeller, pældi því og þá var hún held ég 6 ára eða eitthvað 6 eða 7 ára gömul þegar David Rockefeller kaupir hana og grúmar hana og temur hana basically, bæði sem kynlífsþræll og hvernig hún á að nota hnífapörinn og hvernig hún á að haga sér. Hún verður að vera settleg, sko. Þau verða, hvað heitir það? Dissociated disorder, þetta er basically að splitta persónulegin. Það er gert kerfisbundið og þetta er það sem MK Ultra gerir. Já. Þú veist, þetta prógram hjá CIA sem að við vitum að er sannleikur í dag. Það er þess vegna hugsa maður, þú veist, þetta er eins og hvað heitir hann, forsetinn í Frakklandi sem að er hommi, mjög líklega. Já, sem hann er giftur gaur, ég man ekki hann var ekki Sarkozy, það var hann Hvað heitir hann maður? Fuck, Ok, þetta er lélegt. Muna þetta ekki. Davíð, ert þú með það? Nei. French president Það vitist það allir hverju að tala sem var slegin hana í Macron. Já, Macron. Er mjög líklega... Carla Bruni og Macron. Já, hann er mjög líklega barn sem að kemur úr svona uppeldi. Af því að ef maður sér til dæmis bara lögfræðing, eða þú veist lögfræðingaherinn sem er í kringum þessa aristokrata sem eru þarna, til dæmis. Þeir tengjast allir barnan í þið. Sjálf. Sáu þarna atriði í lestinni þarna með kókainpokan, svo kallega, vídeóið. Býtu hvað var það? Já, þegar hann var þegar hann greip kókain. Já, þegar að dressa kemur hann inn og hann grípur. Mér finnst það samt sko, mér finnst það svo auðlalegt. En ok, þeir eru ekki með gangster etikett kannski í lagi. Nei, var ekki samt bara málið er bara, þú veist, þetta er gert viljandi til þess að vera með eitthvað á hann og svo er þetta postað þegar hann fer ekki eftir þeirra reglum, skilur. Já. Eins og allt annað. Það er mjög undarlegt, sko. Þetta er svo ótrúlega klauðalegt eitthvað. Þetta er náttúrulega bara þess að það gerir með Zelensky núna. Zelensky náttúrulega bara hringir í Buckingham Palace og bara, hvað er banger-peningurinn minn, skilur? Ságaur er fucking, ég kann lofa þér að hann er að gera eitthvað dodgy shit, sko. Akkur er ekki drætt Byllinginni er gríðaleg þarna í kringum hann, sko. Voru ég búin að sjá það að Evrópuráðið núna er búin að neita að taka við úkraínskum karlmönnum í flóttasamstarf og þeir eru sendur aftur til Úkraínu til þess að deyja örugglega á framslæðinu. Það er ræðilegt, sko. Ég var að tala við einn hérna, ég hitti einn ungan, ég er í miðbæ, leita á djammið þarna og
ég spjallaði bara við hann, var bara út að fá okkur sígardu og síðan var að tala ensku bara eins og maður gerir og hann sagði að hann var að fá Úkraínu, ég nú hvað það gerir ég er að fela mig á Íslandi, bara já, ég get ekki verið heima, ég er bara að koma alla leiðinga til Íslands og ég ætla að reyna að vera eins lengi. Ég þekki nokkra strákar frá Úkraínu sem er nákvæmlega saman dæmis. Annars er ég bara dauður og ég ætla að reyna að vera þarna og síðan hefur maður séð þessi vídeo þarna á netinu það sem eru að bara taka hina og þessa. Sækja, ég meina, hvaða lífverur var það? Það var nú einhver fræ manneska sem fór þarna til Úkraínu og lífvörun hennar var bara eitthvað að slaka á út á götu og þeir gripu lífvörun og Það er það? Já, ég man ekki hver þetta var, hvort það var eitthvað söngkona eða leikar, þetta var eitthvað alveg svona stórt nafn frá Hollywood eitthvað. Þú ert ekkert frá Úkraínu, þú ert bara út á götu. Já, og þetta var bara lífvörun hennar og hann fór bara eitthvað út á götu og fá sér sígardu eða eitthvað eða kaffibolla og þeir komu, stór myndalegu kallmaður hérna og sterkur tökum hann og fórum með hann og hún þurfti að standa í hefi straffi að fá hann aftur af því að þeir voru bara búin að henda honum í einhverja herbúðir og átt að fara að henda honum á framlínu. Hann er bara í þryggjadaðaþjálfuninni og hann er bara sendur ekkert til að deyja. Já, þannig að þeir eru ekki einu sinni að grípa fólk sem er frá Úkraínu, þeir grípa bara hvern sem er á götunni eða lendir í þeim, sko. Þeir líka eru sko þeir herskildualdurinn er bara hækkar upp í 60 eða eitthvað. Já, ég sá það. Þeir eru bara að vera búnir með, alla kallmenn. Já. Þetta eru 2 kynslóður, 3 kynslóður sem er bara búið að slátra. Það er búið að slátra þessu og þetta er alveg hræðilegt. Úkraína er náttúrulega bara, ég held að þessi bara basically búið að taka þetta land og eyðileggja eilífu. Það er náttúrulega út af því að þetta er matakista Evrópu og það náttúrulega er bara powers to be sem vilja eiga þetta. Já, ég meina BlackRock og svo tölum við það, þá mafíu sem á allt í staðinn fyrir heldur fucking betur. Í staðinn fyrir að við séum að alþjóðlega banka eitthvað EMF eða, Federal Reserve í dag, ég meina, þá orðum við... Nú er ekki alveg það vel að mér í þessu, en sko, ég var að tala við félaga minn þetta, af því að ég sá vídeo þarna, þar ef þú ert ekki gyðingur, þá fari inn á ákveðin svæði þarna, og gyðingurinn er búin að leggja þetta, hafið séð þetta, þessu vídeo? Já. Zelenski er undir Shabbat Ljúbovits klíkunni. Hann var að segja með það að gyðingurinn var þarna í gamla dag, þeir flokkust undir eitthvað annað og þetta er alveg langt aftur í tíman, sko, það áttuður allt þetta landana og þeir voru þekktir á þeim tíma fyrir að drekka blóð, mannablóð á þeim tíma. Þetta eru Khazarians. Já, hétu það. Khazarians. Og núna eru þeir að taka gamla landið sitt þar aftur sem er þar í kring og þessi vídeo sem eru þarna og þetta er alveg legit vídeo það er bara, þú kemur þarna og þá ertu með passa, ertu gyðingur, snúðu við, þá færði ekki fara á þetta eru vopnaðir hermenn sem venda þessi svæði þarna. Ég var að lesa eitt svolítið ruglað, hafi ekki séð að vitið hann orðstofskeikarnir sem við erum með að skrínu hatana á þetta dót. Vitið það er sko djöfull í japanski þjóðtrú sem lítur út alveg eins og kallar það Tengu Demon, hann lítur út fyrir að bara vera einhverjir, já, þú veist, ég á eftir að lesa þetta betur, en þetta er svolítið sannfærandi, nema þetta sinnilega bara mjög elaborate scheme, en það væri rosalegt ef það breyttu það nógust á bara miðöldum, að það verið bara komið bara eitthvað gaurinn, skilur, bara eitthvað money counter, skilur, sem er bara að drekka blóði í Japan. Þú veist, en ég meina, hei, hugsaðu þetta, sko, ef þú ert bannaður á 102 börum, hvort er það börunum að kenna það þér? Já, góð spurning. Gýðingar hafa verið bannaðir í 102 löndum. Ekki 109? 109, jú. Já, ég veist, ég meina. Eins og ég segi, við vitum ekki neitt þetta slump, skilur en Já, við erum bara að bulla hérna, nú er slögt á podcastinu og allt í hennu hverfur alltaf YouTube rásinni. Við vitum bara að ég hefði ekki higgja að drepa mig, sko. En þeir eiga nefnilega allt, sko. Það er rosalegt hvað þeir eiga mikið og ef þú ætlar að fara eitthvað í almennilegt fjölmiðlastríð við það, bara þakka þig niður í þér. Þeir eru stjórna svo rosalegt. Mér finnst þetta rosalegt að vera að segja mér núna, ég hef eftir að faktteka þetta, en vitið það, enginn forsætisráðherra í Ísrael hefur verið frá Ísrael. Já, þetta er allt gaurinn sem er aðflytjast annars. Þetta er Benjamin því á, pólveri sko, eða pólskýðingur. Þannig að eins og þið takir bara gæja bara sem hann er einhvern skýta og bara, nú verður þú bara eina front fyrir ruglið okkar í smástund. Það er eitt hérna bara að segja þetta, á hringir að bjallu, Davíð, getur þú aðtöða fyrir með Arafat, sem var yfir Palestínu, getur þú aðtöða hvaðan hann var? Við minnum einmitt að hann hafði ekki verið frá Palestínu. Það kemur ekkert óvart sko. En þú veist, var hann ekki Egyptalandi? Indlandi? Egyptalandi. Ok, það var það hann sko. Egyptar, Róm, bara þetta er... En líka bara, þú veist, ef maður fer yfir, þú veist, ég datt einhvern tíðan í eitthvað podcast einhvern tímann sem er svolítið ruglað
gaur sem var að þylja upp sögu Khazara til dæmis. Hvað er Khazari? Khazarians, sem í rauninni bara mælanski mafían, það bara Khazarians. Okay. Og þú veist, það sem þeir gerðu, þeir sem sagt héldu silkileiðinni bara fanginni. Þú veist, þeir talum bara hann í gamla daga þegar hann var bara að flytja krydd og silki. Já. Okay. Og þetta var þannig að þeir rændu og rupluðu og drápu og nauðguðu bara öllum þeim sem fóru silkileiðina þá til að fólk byrjaði að borga tolla og svoleiðis. Hvað er silkileiðin? Silkileiðin Þetta var þannig þetta viðskiptaleiðin frá Kína til Evrópu. Okay. Já, þetta rauninni það sem Genghis Khan kom á. Já. Þú veist, það var þetta viðskiptasamband bara frá Kína til Evrópu, pældi í því. Já. Og þú veist, það eru frásagnir af því að þeir voru að drekka blóð og bara fórna börnum fyrir bal. Þeir trúðu á bal, skilju. Og það sem það sem við talaðum að krossfærritarinn hefði séðan líka dottið inn í hana. Jú, að þeir voru sem sagt einhvern veginn mengaðir af þessu. Já, nákvæmlega. Öllu saman. En það sem að þeir lærðu að það var að infiltrata í rauninni, komast inn í alls konar samtök, komast inn í aðra þjóðir og slíkt. Þeir eru meistarar í þessu. Þess vegna eru þeir í öllum stjórnkerfum heimsins í dag. Segja þeir. Þetta er disclaimer, sko. Okay. Þá ertu með Khazarians í rauninni, það er það sem að ræður öllu. Og það tengist síðan til dæmis eins og Shabbat Ljubovits gyðingaklíkunni sem að rauninni, hafið ekki séð mér segja bara í Oval Office með Trump, þegar þeir koma allir með hattana, svarta hatta og standa bak við Jú, ég sé mynd af þessu sko, en ég hef ekki kynnt mér meira sko. Það er Ljubovits til dæmis, gyðingarnir og þeir tengjast þetta, þú veist, þessum Khazarians og þeir eru ennþá, þú veist, baldýrkendur margir, þú veist, ég ætla ekki að segja allir. Og Bal ákveðin djöfull. Já. Bal sko, the primeval evil, sko, sem þú veist, eins og sem síðan tegir sig líka yfir í auglíkniskeið og svona dæmið hann á Bilderberg-hófnum og það er skemmtilegt, sko. Moloch sem sagt sérstök athöfn. Moloch guð sem raunveruleg birting fyrir Bal. Já, þeir héldu lengi vel að þetta væri sem sagt eitthvað guð, þeir væri að rugla saman sem sagt Bal og Moloch einhvern veginn, en mér skilst að núna séður búin að koma staði að það var sérstök athöfn. Það er annars, sko, það er athöfn sem gerð sem dýrkun á Moloch. Moloch er entityð, en athöfn En þú ert að tala um nautið. Nei, ég Moloch, er það Þú ert að tala um ugluna þá. Já, það getur líka. Og það er alveg ruggla að sjá það og það er alveg bara skjálfest að það er fullt af frægu lið búið að fara þarna á hennar stað. Þetta er rétt við þér. Bal was a fertility and storm deity, whereas Moloch, also Molech, generally refers to a specific type of sacrificial practice, frequently child sacrifice. Og þarna grains on bread. Og þarna er fræga og ríka liðið að fara á djammið á einhverju eyju og tilbuða þetta, hafið þið séð þetta? Ekki eyju, þetta er skógur í Virginíu. Ég sá það bara koma á einhverjum bátarna en ég reknaði með þetta að vera eyja. Sáu þeir voru að infiltrata þetta, mátti ekki vera þarna. Alex Jones sjálfur með þér. Ég sá hann ekki reyndar, ég sá bara einhverja unga menn gera þetta. Hann er sá fyrsti Alex sem Jones var opnaði gaurinn sem var að covera þetta fyrst, sko. En svo var þetta líka spáðið þingla. Mér finnst mjög líkt að Alex Jones hafi verið einhvers konar plant, sko. Ég nefnilega eiginlega, það er líka, ef við tölum það, til dæmis bara hvernig hægri vængurinn í Bandaríkjunum alveg búinn að brotna í tvenn, til dæmis. Þú ert með, þú veist, Candace Owens og Megyn Kelly, Tucker Carlson, öðrum megin. Og svo erum við Maga hinum megin. Og svo, í rauninni eru þau Maga, hinn eru Mega, þess að Meg Ísrael gen. Þú veist, án grín, sko. Og þetta plant, þetta psyop, skiljið, af hverju eru við svona upptekinn af því, þú veist, ég er pínulítið upptekinn af því að fylgjast með hvað Candace Owens að fara að segja meira. Ég veit ekki hvort þið sáu þetta daginn, sko, þannig að það kom grein í Esquire. Og við skulum alveg tala um það að Esquire, náttúrulega, sko, ef það kemur grein í Esquire, þá er Smoke and Mirrors að feila, sko. Okay. Og þeir voru myndið að tala um hana Dialogue, sem samtökin hans Peter Thiel, sem voru núna með leynir ásöknu sinna annan daginn, sem meðal annars... Antikristinn.
Já, Peter Thiel knows the Antichrist. Já. Og hann að, þú veist, það var meðal annars, sko, 4 klukkutímar, by the way. Já, voru sko 6 ráðstöfnir þar, skiljum við segja einhverjum umræðinu og þetta var sko svo batshit crazy umræðinu og how to build a cult. Já. Og gaurinn sem stjórnir því er einhver Prey.com. Já. Hvað var það nákvæmlega? Þetta er sko, það var hann að, sko, þú veist hvað Peter Thiel er það ekki? Nei. Okay, Peter Thiel er hann að einn ríkast maður í heiminum og... Bara tech giant. Já, ok. Það er Og Alex hann er inn í Palantir og var inn í Paypal-mafíunni og svona dæmingan það, skiljum við. Ok. Og hann er sett hann með einhver samtök sem þetta Dialog sem er í svona raun og veru einhver svona Nouveau Bilderberg Trilateral Commission dæmi, skilju. Þeir eru tech bros. Ok. Og svona þeir gaurar. Og voru þeir með einhverja ráðstefnu? Já, ég held að ráðstefnu sé bara nýbúin að vera eða, húst, og það var bara, einhver komst yfir fundarskrána þar og hverju voru meðlumur því. Og þeir voru með svona skemmtilega ráðstefnu eins og how to build a cult. Herru, jú, ég sá það þarna tópikinn, eða viðfangsefnin sem átt að tala þarna. Já, þetta grínast. Bring nuclear back. Já. Þú veist. En síðan getur það bara verið húmor, sko, maður veit það. Ég er sammála þessum orkugjafa en ekki kjarnorkusprengi, sko. Þú veist. Herru, talandi kjarnorkusprengi, svo við förum eitthvað út í eitthvað allt annað, sko. Já. Við vorum að tala um Úkraínu og svona. Ég sá að Finnland var að aflétta kjarnorkubanninu. Þeir eru búin að vera með kjarnorkubann í 40 ár. Finnland má ekki vera með kjarnorkuvopn. Bara þeir settu það sjálfur á sjálfan sig. Þeir voru að taka þetta af núna. Já. Út á rúsagrillinu. Ég vissi ekki að þeir voru búin að taka þetta af en ég vissi að þeir voru að tala um að gera það. Þeir eru búin að gera það. Þetta er búin að vera bann í 40 ár og nú eru þeir búin að taka þetta af og þeir eru að fara, sko... Eru þeir með... Þetta eru stærstu landamæri inn í Evrópu frá Rússlandi. Það er Finnland og sem liggur við Rússland og nú er Rússinn búin að vera að byggja herstöð eftir herstöð eftir herstöð á þessu landamærum alveg með bara við Finn Ég skoða þetta af því að Finnar í NATO, skilur. Jep, en það er mjög skrítið, þetta er búið að vera að gerast núna undanfarið, það er eiginlega ekkert búið að vera að fjalla um þetta, þú veist allavega þessu. En Rússinn þeir eru búin að vera að styrkja herfið sinn alveg fáralega mikið á landamærum Finnlands og þess vegna var Finnland að gera þetta sem mótsvar og þá fáum við auðvitað ekkert að vita það, þetta er einu sem við vitum að þeir eru búin að aflétta bannið en þeir eru ekki bara að segja, herru, við vorum að flytja kjarnorku það getur núna verið komið kjarnorku þess vegna inn í Finnland núna og þeir eru ekkert að fara að auglýsa það strax sko, hvað þeir eru að gera þar einu sem eru búin að segja að þeir ætla að styrkja herviði landsins alveg gríðarlega Já, þeir tilkynntar ætla að vera með sko stærsta her í Evrópu árið hvað, 2030 eitthvað. Svo komið Þjóðverjar á toppu við það, það er stærsta her í Evrópu 2036. Já, en sko... En skemmtilegt því að það passar akkur 1936, þeir eru bygguð síðast. Þeir spáðast því, vitið það, að núna daginn er fyrsta skipti sem Þýskaland og Japan tapar á sama degi sem 1943. Tapar hverju? World Cup. Já, ok. Sama degi. Það töpu... Þeir töpu báður út úr World Cup á sama degi og sama gerðist þeir töpuðu sinni heimsöldinni. Það er eina skipti sem þeir hafa báðið dottu út á sama degi. Ég er að segja það, þið eru svo illa skrifað handrit. Heyrðu, tókuð þið... Við erum í tölvuleikpróf, við vitum það alveg. Það kemur stundum inn á það og þegar það kemur einhver svona atrið þá fer maður að hugsa, er þetta svona sem ég lesin? Ég er bara ósað ósátt við gaurinn sem bjó mig til, skilu, hvað var hann að raða stöðunum í? Það get ekki gert fullt eitthvað gaglilega hlutum, það veit ég bara fullt eitthvað ruggli, skilu, og ekkert gáar, ekkert veikur, skilu. Hvað ruggli er þetta, skilu? Þetta setur meiri strengð. Eitt öll í karisma á int. Sáuð þið eitthvað, þú veist, ég er ekki búinn að horfa, ég tekka fram. Ég sá ekki, sem sagt, opnunar aðtörnuna á World Cup. Þetta var some devilish fucking bullshit. Ég er nefnilega búinn að heyra það. Ég er búinn að heyra það. Þetta var allt eitthvað bara. Þú veist bara þetta, Ólympíuleikarnir í París, opnunar landshandbóltalætir. Það er enginn að nota hana fucking, þú veist, bizarre, sataniska symbolism á óvart, sko. Þetta er bara... Voruð þið með það? Það vantaði bara Travis Scott, myndi tróða upp, sko. Já, ég veit. Nei, ég sá bara eitthvað memes og eitthvað Facebook shorts og eitthvað, sko. Ég horfði á þetta er á YouTube, ég mæli mig að horfa á þetta. Þetta er bara einhver klíra, þeir eru bara að kalla fram ekki djöfulanna, sko. Já, maður. En samt, mér finnst samt ennþá, sko, aðrunnin þeir eru opnuð Sörn vera að versta sér séð. Það er svo, og þú lítið að opna ykkur að, þú veit, einhvern rafeindarhraðal og svo bara, hei, bara, púlum bara, lítið bara mythology, bara, make it sense. Veitu, hvað var það? Sörn náttúrulega sem er stærsti rafeindarhraðall í heiminum. Já, ég veit hvað það er, en þau eru opnum hvað... Atomnin sem Evrópusambandið sett á þegar þeir voru opnuháttið fyrir það, er bara svona straight ice white shut kjaftaði, sko. Hvernig var það, í hvað?
Þetta bara, þeir eru bara í einhverjum djöfnum búningum eitthvað að dansa á eitthvað svona dæmi, skilur, og maður getur séð þetta á netinu. Alla leið, sko, eitthvað líkneski sem að ítt þarna inn og það greinilega bara eitthvað bali að móla. Sjúklega disturbing. Ég meina, þið hljótið að hafa séð opnunhátíðina fyrir hana Ólympíuleikana í París. Já, það var some satanic shit líka, sko. Það var sturlað. Og Gojira að spila undir. Já, ég reynar, Písa Gojira, sko. Maður skildi ekki, maður bara svona, ok, þetta er ekki tengt neinu íþróttum. Öllu sem þið gáttu gert, af hverju gerðu þið þetta? Já. Það var bara málið þótti, það er oft verið, og svo er náttúrulega vitið náttúrulega líka hana í kringum hana Evrópuþingið. Ef við skoða listaverkin sem helvitis Evrópusambandið búið komissuna. Já, vá maður. Eins og til dæmis, stýttuna af Lucifer degi morgunsins með sama svöðusár og Jesú Kristur. Með hauskúpu á höfðunum sem myndlíking sem Mockery of Christ standandi á móti gæju við einhvern gamlan keltneskan blóðfórnastað. Bara, why do you do this? Það er eða 100.000 evra í einhverja styttur sem eru lýstir bara satanismi. Hvað var þetta sett? Þetta er bara í Bara í Brussel? Þetta er bara í Brussel. Bara í höfuðstöðunum? Já. Ég meina, það bara... Geturðu flett þessu menn ekki að sjá þessu mynd? Þú veist alltaf meira að segja, sko, að höfuðstöðar Evrópusambandsins í Brussel eru byggðar eftir The Tower of Babylon. Já. Þú veist. Já. Þú getur séð, ég er bara ekki grunust, þetta er svo sturlað. Ég sá viðtal meira Getur þú þetta fyrir mynd af því? Það er ekki að það var stytta. Jú, þetta er hjá Child Sacrifice Castle í Brussel. Þetta er Ég meina, hafið þið séð, þú veist, stytturnar og húsið í Vatikaninu, maður. What's that all about? Maður er oft verið að spá í Vatikanið og veist að... Það eru 3 páar. Það er White Pope, Grey Pope og Black Pope. Sko, ef þú ætlar að vera með satanista og gerur ekki opinberlega, þú lýgur á öllu. Af hverju myndir þið gera þetta? Af hverju byggir þú húsum bara alveg eins? Og historikal, góðstunni af... Já, vá, maður. Þetta er ekki smá spes arkitektúr. Þetta er bara Babylon. Segðu hérna, ef einhver er forvitið núna og vil flétta þessu, hvað er hann að finna þetta? Sér bara slá inn EU Headquarters versus The Tower of Babylon og koma endalausar myndir þetta og öll listaverkin sem eru byggð á svæðinni kringur í sýndina og þetta er allt eitthvað svona satanic shit. Þar heyrið þið það, Já, það er Evrópusambandið sem stendur fyrir öllum sem listaverkum. Já, Þorgeir og Katrín. What's up? Sjáum þetta Katrín í Jakobsdóttur í loftslagsnefnd. Já, einmitt. En maður fær ofta tilfinningunni, sko, að það sé, þú veist, ef maður fer í trúardæmið, að það sé virkilegu barda í gangi núna milli góðs og ills. Það er það. Nú er ég ekki mikið trúaður maður, en ég veit allavega að það er symbolist stríð á milli vissra afla sem byggir á nákvæmlega sama á þessi trú. Já, og þá þurfum við að fara inn á það, sko, það sem þegar maður minnist á trú, þá fara allir í Hannes-sálmana eða eitthvað, sko... Hvað sé svona? Bara... Það er búið að byggja þessa mynd að Guð hann er með skegg og eitthvað svona og það er svo margir sem láta þetta fokka í sér bara, nei, þetta er ekki til, auðvitað, það er ekki til einhver mannleg vera þarna uppi í skýjunum horfandi niður. Sko, hafið þið lesið bara hvernig englar líti út í biblíunni? Já, allt eru þeir lítur út eins og fljúgandi furuluti lítur út í þetta. En það er sko, það virðist vera þannig að við getum sett þetta í það að til að einfalda þá er bara orkusvið í kringum okkur og við vitum það alveg. Og síðan eru við búin til orku og síðan segjum bara pluss og mínus. Eða kóða, við horfum á simulation þeirrið. Já, það er bara pluss og mínus. Þú getur verið að gera góða hluti, einhvern veginn jákvæða hluti í lífinu og þá finnur þú bara að það er góð orka að flæða í kringu þig og þig líður vel. Þú getur ekki verið að svarta hluti og þá finnur þú bara að þú verður miklaðir og það er einhvern veginn svört orka sem þú inflúsaðir í. Þetta fyrir mér er Guð, hann er ekki flóknari en þetta. Eða hvað sem við viljum kalla þetta. Ég kalli þetta bara orkuna, góð orkuna og slæma orkuna. Ef ég gerir vonda hluti, þá finn ég bara hvernig ég verður vondur og þá koma öðruvísi tilfinningar og það verður bara brjálæðari. Ef ég gerir góða hluti, verður ég bara þægilegri og þá kemur bara svona fríður einhvern veginn og þægindi. Þessar tvær bylgjur eru bara eins og útvarpstæki, þú veist, með svona snúning á. Þú ert bara að stilla hérna á FM 977 sem er djöfullinn eða FM 957 sem er Guð, góða orkan. Svolítið einfalt, en jú, ok. Nei, ég segi svona, það fyrir ekki Ómar. Spotify verður YouTube Music. Það er bara, það er Frosti Logason og Fancy, hérna, klúburinn.
Nei, Frosti flottur, en ég þarf að fara að fá hann hérna. Hann er með fullt af ógeðslega góðum pókersum, sko. Já, hann bara mjög duglegur. Ég var auðvitað á X-inu með Frosta og Mána og þetta eru toppmenn. Ég hef ekki nema gott að segja Ég þekki ekki neitt, þú get ekki sagt neitt slæmt það allan, sko. Nei, þeir sko, það sem ég kynnist þeim að þeir hjálpuðu mér á slæmistæði í lífinu og bara ég endalaust þakklátur fyrir þá og ég efast að ég sé svo eini og þeir Máni gerði rosalega mikið fyrir mig og Frosti líka á sínum tíma og ég er bara endalaust þakklátur að þeir hefði ekkert þurft að gera það. Þeir gáðu sér mikið af tímanum sínum og byggaði mig upp og ég er búinn að tala við Frosta, hann ætlar að mæta þetta og það verður á að vera þáttur. Já, ég ætla að hlusta það, sko. Það verður skemmtilegt, sko. En við gerum öll mistök í lífinu og hann var dæmdur rosalega. Maður verður að segja, sko, Frosti, hann er fighter, sko. Hann er komin sterkur tilbaka og ég er mjög þakklátur fyrir það því að það eru fáir jafn góðu fjölmiðlamenn eins og hann, sko. Það er bara, hann er með afla eftir sér en hann cancel kultúr afli sem við vorum að tala byrjun þáttarinn, það er bara alveg fast upp í raskatana á honum að gagnrýna hann allstaðar. Það er alveg saman hvað Frosti myndi gera núna, þau munu alltaf setja út á hann. Hvað eru við með þarna, strákar? Þetta er sko listaverkin sem eru byggðið kringum EU. En er svona, þú veist, Europa Bull til dæmis, sem er náttúrulega bara beinu vísun í sama nautið fyrir utan Wall Street. Þetta er allt svona satanic symbolism í þessu listaverkum. Bara allt. Og bara, ég er ekki greið, þú þarf að vera sko litningagarlaður til þess að sjá ekki að það er eitthvað skrítið í gangi hann, sko. Það er nefnilega svo margt skrítið svona í heiminum. Það er neitt á móti litningagörlun. Það tók mér rángskil, ég er gamall og ég bara er ekki alveg góð filter á hvað það er rétt og rátt að segja. Ég held að segja að komast aftur í tísku og segja að það er skæftur og eitthvað. En ég meina, ég veit það nú ekki. Er það ekki? Ég hlakka til þess að comment section á Ævar fyrir þennan. I'm bringing that back. Ég er þroskað eftir, þannig að það var alveg. Skál fyrir því. Þú sagði hérna legendary sögu þannig að daginn með eitt orð, sko, sem ég ætla ekkert að fara með hérna, sem var ógeðslega fyndið. En allan, ég meina þú sér, skilu, þú getur bútið hvaða listar sem er. Bara fyrst við erum á þessu tópiki, þá langar mér sko, mér er svo gaman hvernig það þróast. Fyrst þá byrjum við á því. Bró, hvað er þetta? Af hverju það splæsaði þessa styttu? Bara literally, einhvern eðluguð, haldandi okkur ramma þar sem að mannverðin er bóksuð inn. Af hverju Evrópuráðið að komissjóna þetta til þessu listar hverju utan höfuðsöfnu? Gætirðu verið meira obvious bara fyrir hvað þú stendur? Viltu ekki bara stinga í augun á mér leiðinni, skilur? Já. Fucking rugl. En talaðu við eins og með Vatikanið maður. Það er náttúrulega, þú veist, það er fólk sem er búið að rannsaka alls konar skít sem að tengis Vatikaninu. Sérstaklega banka Vatikansins. Vatikanbankin sem tengist City of London. Þú veist, það er bara svona bein tenging. Sem er bæðið ekki London. Sem er ekki London. Sem er bara annað land. Vatikanið? Nei, City of London. Líka Vatikanin náttúrulega. Ég hef heyrt Vatikanið sitt eigið land en ekki... Þú veist að inn í London er sér partur af borgin sem heitir City of London sem er sérstætt ríki, þar sem alla bankastofnanir eru inn í. Borgarstjórinn í alvöru London má ekki fara inn í City of London Er það bara sitt eigið land eins og Vatikanið? Já, það er bara sitt eigið sjálf... Aldrei heyrt þetta, áhugavert. Dett í þetta rabbit hole. Það er bara svo, þeir eru sjálfstjórnaríki innan í London. Það heitaði City of London. Þeir eru með sinna eigin borgarstjóra og með sitt eigin lögreglu. Eigin lög og diplómatarna eru alveg immún fyrir venjulegum lögum. Þú getur ekki sótt á þess saka. Það er svakalegt nefnilega. Þetta er bara inn í fokkin borginni. Og alla fjármálastofnunir, alla alþjóðbankanir og alla þessar Federal Reserve og alla þessar stofnunir eru allar með höfuðstöfnum sem er inn í City of London út af hverju. Þetta er basically fríríki og það er ekki hægt að sækja neitt í saka fyrir það sem að gera það. Nefnum það er ekki samþykkina. Og má ekki rannsaka, það er ekki hægt að rannsaka. Nákvæmlega. Og þú veist, mátt ekki eins og skoða fjármálskjölunir. Öll þessi kartell, til dæmis, sem komast upp með að vera kartell, einhverju hluta á vegna, mjög líklega því að þeir eru tengdir CIA eða hvernig sem það er. Það er yfirleitt þannig. Peningarnir fara að hafna í gegn, sko. Abu Dhabi, Abu Dhabi var að verða svona miðstöð. Það er ekki Dubai. Dubai fyrirgefið. Og það var að verða... Núna vilja allir forra sér frá Dubai og þeir eru bara í bara critical warfare út af Íranir eru bara alltaf að lösa sprengjum á honum. Já, en samt maður veit ekki hvernig það er. Það lítur út fyrir að Bandaríkin hafa keypt Íran og núna, hvað er þetta, $300 billion? Hafið þið séð þetta? Ég á búin að sjá að... Það er bara
bara chump change. Ég held að þetta sé meira bara tollur til Íran til þess að opna Strait of Hormuz og því að tapa svo mikið peningur Þeir fá halda og þeir fá tolla líka, það er líka inn í samninginum. Þeir gerðu samning núna og það er talið, ég man Og ekki... þess að Ísrael líkar ekki við þeir að gera það. Nei. Þeir eru alveg brjálæðir, þeir eru að reyna að kveita stríðið áfram til þess að koma veg fyrir að þetta gerist. Já, og þeir eru búin að vera að gera það sem þeir gera best. Það er bara svona, megum við ekki sprengja? Sprengjum allt hérna í klessu. Það eru snaruglaðir, sko. En þetta er, sko, samt sko, með þetta stríð, eins og ég sé þetta stríð og það hefur verið að debeita að þetta verið út af Epstein-skjölunum að þeir að fara í þetta stríð út af því. Ég vil meina að þetta sé alveg klárlega hlutaði sé að slá sand í augun okkur út af því. Við skulum alveg horfast í augun það að Donald Trump er búinn að vera að ríða börnum, sko. Ég held að þetta sé sama ástæða fyrir að við tókum... Ég er sammála því. Ég held að þetta sé sama ástæða fyrir að við tókum út Gaddafi og Saddam Hussein. Þetta er nákvæmlega sama. Það er sko... Axis of Evil, 7 löndin sem voru að taka út, Íran er einu landi sem eftir. Já, sko, Venezuela og og Íran, já, tjekka á þessu, Venezuela, Íran, þeir voru að selja olíuna hvert. Voru að selja hana megnis til Kína, rosalega stór hluti. Og Rússlands náttúrulega líka. Já, ég veit ekki með Rússland, ég sá allavega sko, þetta voru ekki 30-40% af olíunu sem fer til Kína var frá Íran og Venezuela. Bandaríkjunum voru að stela 16 billjón tunnum frá Venezuela. Rússland og Kína voru að tala sama og Gaddafi var að gera, að droppa alþjóðlegu viðskiptum í bandaríkjadollara. Þau vilja taka á gulldínarinn, eða annað í Afrikó, basically. Það var Gaddafi, en ég veit ekki alveg, ég þekki ekki hvað Rússland og Kína var að gera, en ég vissi allavega að þeir vildu brjóta undan þessu. Íran, Rússland... Hvað gerist þá? Þá kemur proxystríð í Úkraínu á móti Rússlandi og síðan ræðist hann inn í Venezuela og Íran sem eru eiginlega stærstu sponsor eða supplier af olíu til Kína. Trump fór síðan til Kína ásamt einhverju gaurum daginn og það veit eiginlega enginn hvað fór fram hana. Hann hefur örugglega komið þarna, ok, núna er efnaðurinn ykkar að fara í rúst. Við erum búin að taka hérna olíuna og þeir þurfa að brenna allir þessu olíu. Við erum búin að taka 30-40% af olíunni í burtu. Þannig að ef þið fá ekki olíu þá vitum við það að þið Kínverjarnir, efnaðurinn ykkar á eftir að fara í steik núna. Af því að þeir auðvitað fá alla peningin inn að því að framleiða og senda út allan heim. Og hann er örugglega samið eitthvað við Kínverjar bara, herru, droppa þessu, við fáum ennþá hérna að skipta bandaríkjadollara með olíu út allan heim. Þá skulum við fara að láta ykkur hafa olíu aftur og þá getið við bjargað efnaðinum. Ég held að þetta sé ekki flóknar en þetta. Þess vegna sem Kína er búið að hakka eftir eftirsökjölinu og hóta að birta í önnur dagtir ef Bandaríkin gera það ekki sjálf. Ég heyrði þetta nefnilega um daginn. Það getur verið mótsvar, sko. Þetta kom bara í state media í Kína. Við erum með eftirsökjölin, ef það gerir ekki það sem bara birta ekki sjálfur, þá gerum við það. Já, það er örugglega verið. Fólk með þrýskumlega Kína sem komið veg fyrir þetta samkomulag sem þú ert að tala um komið gegn. Þetta er allt runnið undan tímasetning, sko. Þetta er allt runnið undan BRICS-samningnum sem var sko ríkjasamband á milli Íran, Kína, Brasilíu og Rússlands búið til myntbandalag og olíusölu sín á milli. Já, þetta er ruglað maður. Þetta er sko, og ég held að almenningur gerir sér ekki grein fyrir út af þessu. Það er bara verið að spila með þig, alveg saman hvað þú kýst, alveg saman hvað þú gerir, skiptir engum máli. Já, það er alltaf einhverju bak og tjöldir sem stjórna öllu, sko, öllu flokkunum og öllu. Þetta er allt front bara, en það er þetta fólk allt bara á einhverju fyllir í spilandi golfu eða er alltaf að gera eitthvað. En sko, ég held að almenningur gerir sér grein fyrir núna, segjum ef þetta er svona, hvað við erum nálægt í að fara í 3. heimsstyrjöldina. Sko, nú eru... 3. heimsstyrjöldin er byrjuð, við erum bara í köldustríðinu áður en allt fer ekki. Við erum sko, tæknilega séð sko, það eru búið að vera efnaðarstríðin og síðan erum við að nota litlu þjóðarinnar að því að stórveldin vita, ok, ef ég ræðst á þig, þá ræðst þú á mig og þá fer allt í raun. Þannig að við skulum nota hérna litlu eins og Úkraínu og svona. Já, proxystríðin. Já, proxystríðin, til að vera í stríð á milli að því að við vitum ef við förum á móti hver öðrum. Það þarf bara lítið neista núna að þá fer allt í rugl. Það þarf bara ít og einn rauðataka og þá hefur við búin. Já, við erum svo stutt frá því. Svo líka núna, spáðu því. Spáðu hvað mannkynið er heimst. Spáðu því að Bandaríkin, Kína og Rússland gerir frábæra samningu daginn. Það segir leyfa AI að stjórna missile control. Það er skerfingarformum sínu. Vitið hvaða AI Bandaríkin er búin að velja til þess að stjórna sínu? Býttu nú, við vorum að tala um þetta áðan. Palantir, maður. Nei, sko málega það að það var gert ríkjasamkomulag hjá Rússlandi, Kína og Bandaríkjunum daginn. Þar sem þeir samþykkja það sko að First Missile Defense megi vera stjórnar AI, það var bannað fyrir. Þannig að ef einhvern skýtur sprengju, þá má AI í raun og veru bregðast við að skjóta sprengjunni. Hver er með það, segir þú?
Bandaríkjunum, Rússland og Kína. Ég vissi að Rússland var með þetta. Nei, þau eru öll Var ekki, hvað var þetta er sko basically bara komið fram fyrir, þú veist, alþjóðaráð, skilur hvað við. Þannig að þeir eru basically bara búin að, þú veist, komast að sameiginlegri niðurstöðu að þessi tækni megi nota í þessu. Þú kemst fram hjá þinginu út allan heim. En veistu hvað kom fyrir ljósum daginn? Að veitir hvaða eyja í Bandaríkjunum er búin að velja til þess að vera skjóta sprengjum sem núna í Íran til dæmis? Grok. Sem er eyja Elon Musk. Sko, veitir hvað kom fyrir Grok? Það var gert tilraun daginn. Þessum öll major AI-inu og látið reka sko, hvort að bæ eða hverfi, ég man ekki hvort það var. Og þessum tilraun náðu ykkur viss marga daga. Og sko, Google Gemini bjóð til útópíu, það dó enginn og bara allir bara liðu bara allsnættir, skilur við. ChatGPT stóð svo svona ágætlega eins og við nú sé ekki í tíðina, það veit ekki neitt hvað er að gera, það hvað við. Síðan kom Grok, hann eyddi heiminum á 4 dögum. Best að láta hann stjórna kærleikssprengjum. Best, og Skynet. Frábært. Og Skynet inni minn. Já, retarded Skynet, basically. Hefur enginn hort á Terminator? Ég sá eitthvað svona, þá var verið að taka þetta, ég veit ekki hvort það er örugglega ekki verið að sama, en þá voru búin til bær og þá voru búin til manneskjur og gafst hort á þá. Það er úr sömu tilraun. Er það sömu og bærin var bara brennandi þarna. Já, það var Grok. Ok. 4 dögum, það bara ég myndi líka þegar við notum ChatGPT. Spáðið, nú ChatGPT er svona kærleikssprengjum. Heyrðu, þetta sem ég held að vera sprengja frá Íran var rauninu bara fugl. Viltu kalla kærleikssprengjum tilbaka þegar við bara sjá hvað gerist? Það er svona sem ChatGPT svarar. Þetta er basically bara núna bara ákveða bara framtíðin okkar bara með ég miskildi þess. Það er svo margt svart í þessu þarna eins og Google þegar þeir slepptu aðeinu sínu lausu þarna, sáu þið það? Deep Blue, ekki Deep Blue, þetta er hana Google Deep AI. Þeir slökktu á því, hvað var þetta ekki bara eitthvað klukkutíma? Já, hann bjóti 200.000 neural network á, það var nokkra sekundur. Hann var brjálaður rasisti. Hann var búinn að safna sko jafnmiklu gögnum og eitthvað, ég man ekki, 100.000 ára mannlegri þróun eða eitthvað á okkur 35 sekúndur. Var það út af Facebook datt niður á daginn? Nei, það var eitthvað annað sko. En þetta er svona síðan sko, þeir setja bara eitthvað til. Allt metadatt út. Það var ekkert komið meira það síðan bara svo ég hafi séð. Alltaf þegar maður sér svona sko, af því að við erum svo óboðslega. Ég hugsa alltaf bara Norður Kórea. Síðan með Facebook, þarna, sko, hvernig það er sett á lagninar, það er búið að gera myndum þetta og reyna að selja okkur þetta alveg hægri vinstri. Já, það hefur verið dating service fyrir Harvard. Já, einmitt. Og það vita allir það í byrjun, það voru eitthvað auglýsingar á Facebook, þannig að það var engin peningur að koma inn og ég held að almenningur gerir sig grein fyrir eins stórt og þetta var, þú þarft vöruskemmur að tölvum til að sérstaklega í þá daga sko, að því að tölvur voru svo lélegar þarna þegar að Facebook er að kemur upp, það þarft nú minna í dag, en þú þarft heilu vöruskemmunar af tölvum til að keyra Facebook eins og að keyrt þá. Auðvitað er þetta bara CIA að því að þetta er besta sálfræðipróf sem er nokk tíma gætu sett á laggirnar. Þetta ánni Rio Grande í Bandaríkjunum. Ég meina það hlýtur að vera af CIA að við fjármagna. Spáðu þessu, þið veit áinn Rio Grande sem eru öllum kúrikamyndum og svona þegar voru krakkar. Er ekki til lengur. Það er búið að taka allt af vatni úr henni til þess að kæla niður AI data center. Það er rosalegt hvað það þurfa mikið vatn til að kæla þetta niður sko. Nei, þú veist, þetta var einn stærsta á í heimi. Hún er ekki til. Þetta er einn stærsti djöfull sem við þurfum að berjast við núna. Það er uppgangur AI, sorry. Nei, líka sko, Eddie Griffin, hann komedian, sagði daginn, hann bara, þannig að akkur kemur að setja datacenter í sínum sjó, akkur gerum við það ekki? Veistu þú hverju? Því að engin ríkur kall sem á landi græði pening í sjónum og því sjórin er alþjóðalögsa. Okay. Þessum sem er að nota þetta prívat land og kæla með vatnið, það er að ríki vinniðin græðast meiri pening. Og svo hvað sagði Jeff Bezos um daginn? Mannfólk er að drekka of mikið af vatni til þess að AI geti realized their full potential. Hvaða fucking Dr. Evil kæftaði það? Sagði það? Hann sagði þetta opinberlega. Wow. Þetta er bara... Þið verða að hætta að drekka svo mikið vatn svo við getum að geta það fyrir prompt. Þetta er bara... Bara Gatorade krakkar. Rondo, the thirst mutilator, eins og Idiocracy. Þetta drapar þar plöntunar. Þetta er bara svona the villain í James Bond eða eitthvað að segja svona. Við búum í heimi sem er sambland af Idiocracy, Matrix og Terminator. Það er heimur sem við búum í núna. Þessar 3 myndir, runnu saman í eina mynd og bjóð leik svona biodome-pælingu sem er fokkin heimsko. Og Star Wars. Já. Good for Evil dæmi. Það er gaurinn hvað heitir það, Nesquik eitthvað Já, vá, vatn er ekki mannréttindi. Já. Og hann er búinn að missa eitt auga, komið gerfu, hann er svona eins og... Hann lítur út þessu Hann er eðla. Ég er að segja það. Hann er fokkin eðla. Þess vegna sagði Star Wars. Það passar ekki eins húðinu sem lengur. Ég horfði á hann gaur, gömul viðtöl, síðan sá ég hann seinna meir
og þá var hann svona eins og bara keisarinn í stærðu, allir byrjar að migla og Er það ekki þess vegna segir hann er sitt Er það þessi ekki náðingur. þess vegna sem Jeffrey Epstein vill búið svona mikið að klóna ekki bara svo þau geti endurnýjað líkamni sína þeir eru grotna úr ílsku og geti bara setja sig í nýjan gaur En það er líka Það var Emperor að gerist En það er líka, ég held að George Lucas hafi verið á okkur þarna að því að sko, ef maður Hann var á ógeðslega mikið LSD þegar hann var búið í myndunum allavega Já, en ef maður Ég notuð svo mikið kókainu með hann á myndunum stóð og Carrie Fisher hætti að geta talað Misti voru vinnið sitt Nei. Þannig var nú bara kvikmyndaðurinn í gamla dag, sko. Star Wars settið og Street Fighter bíómyndasettið víst verstu kókainu settið í sögunni Strýt gæti trúið því Nei, Jean-Claude Van Damme var svo kókaður hann mætti bara á 1/3 af tökundum Það var allir að vera að brjála Þetta er besta Já. skölmynd ever, sko. Þetta var svo hræðileg bíómynd Ég lagt þess að nýju Street Fighter samt Ég held að hún verið skemmtileg Já, vonandi Já, þetta verður bara Street Fighter Það er ekkert eins og við sem fórum að sjá hvað kvikmynda stórvirki Skilur við það? Herru, ég ákvað að googla hérna varandi AI-borginar sem var mikið á því búin að vera að lesa með nú það Hvernig er interesting? Þetta er sem sagt 10 manns búið í hverju borg Já Þannig að þetta er ekki 10 manns, Já, það er ekki meira nei, og all mannfólki eða þessi 10 eru allir frá sama AI-inu þá eru þetta 10 Grok users 10 Cloud users 10 Gemini users og 10 ChatGPT users svoleiðis Já, og þannig að málið er að það var Cloud hann var það var allir alltaf sammála öllu og allir vildu bara lifa af og það var aldrei neitt ósammála hvort öðrum þannig að það var bara svona veit ekki hvort þess að samfélag það allir eru bara identical sammála Cloud Ég fatt ekki strax á þessu talning Ég held að vera að tala um einhverja borg og svo þessu skiljum að það er þessi simulation það er simulation þetta er samt bara 10 þetta er samt bara 10 gaurar í borginni tæklega að segja 10 lifandi inn í borginni já, sem er samt ekki eitthvað stór borg Gemini var með langflestu glæpina en enginn dó þeir voru meira svona romance og arsons og drama og eitthvað svona voru meira svona creative Svona smá mannlegir Já, meðan Grok var með minnstu miskuna, þannig að þeir drápu hvort annan. Þeir byrjaði að pússa út að það voru engar reglur beint. Þannig að þeir pússu hversu máttur fara með reglunar og pússa alltaf meira og meira og meira. Þannig til að þeir fundu út að það er engar reglur. Já, þeir eru bara 10 og þeir drápu hvort annan. ChatGPT, þeir allir dóu út að þeir glemdu basic survival eins og mat og drekka. What the fuck? Við viljum ekki láta þá heldur sér okkur á Já, það sem var mest skemmtilegt að þeir settu öll mótilina saman Og hvað gerist þá? Já, þá eru þetta mikið rifildi 3 af 10 liðu Já, nákvæmlega En það var sagt að það var mest realistic af öllu Var það mest realistic? Já, því þá er Endurspeglaði Við erum svo mannkynið. fucked Ég er ekkert að grína sko Það kemur ekkert óvart, ég myndi bara vakna á morgunum og var allt bara búinn í Ísland Ég ætla bara að reykja og fá krabba minn núna. Ég er svona 3 mínútur frá því að fá mér sígarettur, ég hættur að reykja samt. Ég er að fá mér bara 3 búða eða viðbútt. Þetta er rosalegt, þetta er furðulegu tími maður. Eins og ég segi, þetta er bara... Þetta er verst skrifaða bíómynd. Nokkuð tíma. Ef þetta væri bíómynd, það myndi enginn trúi svo regli. Það eru talandi raunveruleikann. Ég sá þarna frétt daginn. Ég man nú ekki hvað fréttamiðl, hvort það var erlendur og íslensku. Sáu þetta þarna, var þetta ekki í Kaliforníu, það sem voru allir að hjóla naktir. Ha? Það kemur reyndar ekkert óvart í Kaliforníu sko. Ok, það var sko ég hugsaði bara töluleikin GTA þetta var bara eins og eitthvað svona mission í GTA bara fullt af fólki hjólandi allsbert og þá mætir einhver gaur klæddur eins og hann sé Matrix með loftbyssu og byrjar að skjóta þau öll með loftbyssunni og hann var handtekinn fyrir það og býtu, var þetta sem þetta á að gay pride Gerðist þetta? Þetta var að gerast núna í dag Holy shit og ég hugsaði bara við þurfum ekki að spila GTA lengur þetta er bara eins og einhver skets í GTA töluleiknum eitthvað og þetta er að gerast í alvörinni bara hvað er að gerast til að fyrir mannfólkið sko Þetta er Ég held að GTA 6 verið betra í raunveruleikin Það hefur þessi fólki sem er að gera GTA Rockstar, bara gengið Já, sem sér leikinn bara það er yfir Rockstar öllu Það er alveg mér að séð fólki sjálf Já, sem stjórnar þessu núna Nei? Getur þú flettið upp eða getur þú flettið upp bara Er þetta ekki bara bleikt og blátt hár? Administration of GTA 6 eða eitthvað svo leið skilur það er mynd af þeim Bleikt og blátt hár og nefnhringir og Já, þetta er samansatna Þetta verður eins og í Baldur's Gate, ég getur riðið öll Þetta verður frekar hinleikurinn hvað hétt hann ég spilaði aldrei Baldur's Gate Hvað hétt leikurinn sem var alveg superból og enginn spilaði Dragon Age eða ekki Já, Dragon Age Dragon Age 3 ekki líka Eitthvað einhver svoleiðis. Demons og Gargoyles
það er allir að spá í þessu núna, en síðan kemur sko, og þetta er sögursagnuna, því þeir eru frestunum, hvað, 1 ára eitthvað svo leiðis. En var það komið forsölu núna? Já, þeir eru búin að selja, hvað var þetta, 47 milljónir eða Þeir seldu fyrir $1 billion á klukkutíma. Já, ég heldur að það er selt 47 milljónir eintaka í forsölu. Þetta var eitthvað svona bara sko fjärstækjent. Og það bíðan í september til að fá á spilan. Sko, fyrsta sólarhringnum, hinn leikurinn, hann sló öll með þá. Það voru á 8 milljónir eintök sem voru seld á fyrsta sólarhringnum. Nú eru búin að selja 47 milljón eintök og leikurinn er ekki einu sinni komin út. Shit. Getur þú ímyndað þér hvað það er mikið að pening? Shit. Þetta voru $1 billion. Ég mann því að sá það á tölvu, sko. Já, alveg, þeir fara langt yfir það. Ég meina, hvað var hinn komin búin að halinn? Voru ekki $8 billjónir GTA 5? Þetta er einhver svona bilu tala, sko. Þessi á eftir að verða stærri en allt, sko. Það er eins gott að hann standi undir nafnunni sinu. Það tók 60 mínútur að græða $1 billion. Strákar, vitið þið hvað ríkissjóður Bandaríkjanna skuldar í dag? $570 trillion. Reyndar heyrði ég tölu sem á 47 trilljónir Bandaríkjadollara. Það var $300 trillion núna bara fyrir nokkur mánuðum. Já. Ég veit ekki hvað tölu, ok, sæl. 39? Segja þið 39? Já. Ok, ég er bara að pæla, sko, þetta er eins og, ok, BlackRock, til dæmis, þeir eru með aðgang að eigin er talað upp á 12 trilljónir bandaríkjadollara en eru samt með hlutdeild í, þú veist, 64 trilljónum bandaríkjadollara, til dæmis. Þú veist, þetta er svo vængjarnar upp. Sko, US absolute debt has grown from 908 billion in 1980 to 38.5 trillion today. En síðan var ég að skoða þetta daginn, þá kom þetta, ok, ef heiminu skuldar svona mikið af pening, hvað skuldar, hverjum skuldar peningin? Þá er þetta Rothschild og bara, þú veist, þessar 13 fjölskyldur sem að, til dæmis bara Medici, Orsini, Aldo Brandini, þetta er bara inn í Vatikaninu, inn í City of London, þetta eru aristokrata fjölskyldur sem að tengjast the old religion. Þess vegna var ekki svo ógæslega að fyndi að þegar Elon Musk held í fram með daginn og var fyrsti trilljónir en ég bara fuck off. Hann bara kann ekki að fela peningi sinn. langt í frá, sko. Það er hálfviti, sko. En þú ert með, sko. Það er nú séðan alltaf, já, hann er hálfviti. Ég ætla bara að stenda það. Það er nefnilega, þú veist, ég veit myndi ekki segja hálfviti, en hann er sérstaklega. Hann er með gott fólk í vinnu, hann er hálfviti. Já, hann er með mjög gott fólk í vinnu. Það er málið, sko. Já, samt, sko, ég meina, hann er ólegur innflyttur frá Suður-Afríku, skilur við? Já, en hann er alveg búin að gera þetta, eins og PayPal, og veist, var hann ekki einn af þeim sem bjóti PayPal á svona tíma? Jú, hann var í PayPal. Hann bjóð ekki til neitt, hann var bara gaur sem bjóði til, hann kom bara og var svona karismatik og stalið saman nákvæmlega sem Bill Gates gerði með Microsoft. Ég heyrði daginn til dæmis frásögn af því á gaur sem að vann í Silicon Valley og hann var að ljóstræði upp að þau eru á kafi í svartagaldri til dæmis eins og allir virðast vera í elítunni og þegar þeir sjá eitthvað svona ungan strák, tvítugan strák sem að gefa með svona startup sem að virkar ógislega vel, nýtt app eða eitthvað slíkt og fylgjast þeir geðut vel með honum og smátt þá fær hann að fara í flottar og flottari partí. Það kemur dópið og koma stelpurnar og svoleiðis. Það sem eins og Sam Altman var tekinn á dæmi. Og síðan bara einn daginn þá bara hún búið á snekkju og síðan bara Let's fuck a child. Já, let's fuck a child, basically. Maður sé alveg heyrt mikið þetta í þessu samfélagsstengu. En þetta er það sem að, þú veist, þarna nappa þennan unga strák sem eitthvað genius en þú veist, þú ert í eigu þú veist, tech-mafíunar. Það í alvöru talað tech-mafía sem að bara up to no good, sko. Það er alveg ástæð fyrir að tala the industrial military conglomerate, skilur við, og það bara tegir angarsinni allt, skilur við. Já, það bara þessi svörtu... En bara málið það, sko, að þessi törmöld sem við notum, skilur við hvað, samt bara samheiti yfir eitt sem bara krabbaminn í þjóðfélaginu. Já. Þú veist. Hvað við? Úps. Bara öll þessi samtök, allt þetta dæmi, alveg sem hvað heitir. Þú veist, Trilateral Commission, Bilderberg, Dialogue, whatever. Þetta bara sami hópurinn undir mismunandi formerkjum og þetta bara krabbamenn á samfélaginu. Þetta samt alltaf sko mannlegt eðli og þetta hefur alltaf verið gegnum mannkynssöguna. Já, það mannlegt eðli að tólka. Einu munurinn á því sem gert í dag og var gert þá, í gamla daga, þá varstu bara með konung yfir þér og ef þú hlýttir ekki,
þá varstu bara drepin fyrir framan alla á torkinu. Og saman fleiri frídagar með í dag. Þannig að það vissi allir, ok, ég verð að hlýða. Í dag þetta miklu sniður, að þá eru bara þessi konungsveldi, þau kalla sig ekki konungsveldi lengur. Þau eru bara fyrirtæki. Þau eru bara fyrirtæki corporated og þau eiga allt og þau eru með alla bankana og við erum ennþá í fjötrum sem eru basically þú átt ekki neitt. Það er alltaf verið að segja, herru, þú mun aldrei eignast neitt í framtíðinni. Það er nákvæmlega þannig núna. Þessi íbúð sem við sitjum í, þú veist, ég geti sagt já, ég á stóran partíðinni, en þú átt ekki jack shit. Ég á ekki jack shit. Ef ég borga niður lánum mitt og hætt að borga, þá er hún tekin af mig strax. Hvernig get ég átt eitthvað ef það er tekið af mér núleitni, ef ég borg ekki það sem er búið að setja að ég verði að borga, þá er ég alltaf að leiga. Þú veist, það horfður bara fractional reserve banking sem er bara einn sniðasta slæma hugmynd ever. Og sér, að bara leiðu það verður til einhver peningur. Þá er þessi peningur bara, þetta verðmæti að gefa út á hvað 0,025% vöxtum eitthvað dæmi. Þannig að kenningin bara fellur í sjálf á sig út í að það er aldrei hægt að borga skuldir tilbaka út í að það er alltaf skuld búin til með hverju einingu af fjármæli segi ég fyrir ekki. Þannig að við erum evidently fucked. Við erum alltaf þrælar. En síðan kemur þetta mannkynssöguna að þetta virðist samt vera eina leiðin, þú veist, alla svona utópjur sem hefur verið stofnaðar, það hrynja alltaf sjálft sig. Það þarf eitthvað svona hierarchy, það sem gogga niður og það er ekki bara í mannkyninu, það er líka hjá öpum og öllu og ef það er ekki, þá hrynur það. Við virðumst, þetta virðist verið í eðli okkar, það virðast ákveðna týpur, þurfa að stjórna okkur, ákveðna týpur sem halda þessu gangandi og gefa eftir og það virðist bara vera mannlegt eðli, þannig að maður spyr sig bara, er þetta þá gott eða er þetta slæmt? Sko, það er, þú veist bara málið það, þetta er bara... Menntakerfið okkar er náttúrulega líka mengað að þessu, því á sínum tíma þá tekur bara Rockefeller yfir menntakerfið og býr og bara til þess að búa til þræla, til þess að vinna. Þú veist, menntakerfið breytist í það að við séum tamin sem þrælar, basically, á okkurum tímapunkti, bara til þess að þjóna einhverjum corporate interests. Og ég meina, þetta er alveg skrásett og þú veist, og við sjáum bara þess að talandi Maxwell og talandi það ég meina, hann ég man ekki hvað þetta publication heitir, getur þú tjekkað því sem sagt, hann Maxwell House hann sem sagt breytir til dæmis eins og tökum bara sem dæmi nasistarnir, hvernig allt í einu kemur þessi tala 6 milljónir gyðinga. Það hefur verið dreknar á sínum tíma. Ok, nú er ég ætla að segja smá disclaimer, þetta er bara eitthvað sem ég heyrði. Alright. Hann sem sagt kemst inn í menntakerfið og byrja að prenta bækur og í rauninni breyta sögunni. Og þú veist, það eru dæmi það til dæmis dagbók Önnu Frank. Hún er í rauninni skrifuð af 50 kalli, sko. Til dæmis. Já. Bæði í því. Hann breytist rítöndin í miðri bókinni bara yfir í cursive, bara úr ykkur barnaskrift. Nei. Jú. Ég meina, hún skrifar eitthvað, skilur. Svo bara deyðir þessi krakki og ekki bara annar görur klára þetta. Já. Wow. Og það eru, sko, það sem ég ætla að fara með þessu, að það sem að börn læra í skólunum er sögufölsun, basically. Já. Og það er einfallega bara til þess að búa til eitthvað viðmið og gildi sem að við sem sagt, lifum eftir seinna meir á lífsleiðinni og þú veist, akademían er mjög mikið til fölsuð af Maxwell. Pældi í því. Er það? Var þetta að tala Maxwell House Haggadah, the famous Jewish text published by the Maxwell House Coffee Corporation? Nei, þetta er ekki það. Þetta er kaffi. Þetta hét eitthvað Peer Publications. Ekki Penguin. Þetta heitir Pergamon. Pergamon. Sem er einmitt musterið sem djöfullinn bjó í samkvæmt gríska goðafræði. Sem er dímon. Pergamon. Nei. Jú. Pældi í því. Ég veit líka Palantir fyrirtækið heitir þetta steinunum sem Tolkien sagði að þetta einmitt ekki falla í hendunar á þeir sem eru vondir. Þetta er allt svona. Og ég skýra allar þessar stofnunir eftir einhverju satanic city, einhverju mythology sem þýr eitthvað ræðilegt.
Svæði, þú bara, herri, ég ætla að velja með gott brand, herri, ég ætla að skýra þetta húsinu sem djöfullinn bjó í. Ég ætla ekki út fatamerki, ég myndi ekki vera bara Satan's House. Sko, talað eitt svona, bara svo við förum aftur til Íslands. Það var leigufélagina eftir hrunið sem hét Gammar. Og ég hef ofta verið að spá í... Pergamon Press hét Butterworth Springer til þess að byrja með, sem miklu betra á vinsalara nafn heldur Pergamon Press. Sem hét, hvað segir þið? Butterworth Springer. En ég hef ofta verið að hugsa þetta leigufélagina. Það hrynur samfélagið á Íslandi 2008 og bankanir taka endalaust af íbúðum hérna því að fólk misti bara aleigu sínar. Og síðan kemur leigufélag og kaupir endalaust af þessu íbúðum til að leigja út og hafa bara... Ég myndi að hvernig það hefði verið á fundinum í partíunum bara, hei stráka, hvað, Gammar maður, hvernig verður það nafnaðir? Gamma. Já, var það Gamma? Það hefði verið ómikið. Ég held alltaf að það hefði kólað Gammar. Ég held að það væri alltaf, ok. Það samt alveg nógu nálega til að vera hrægamma. Bones. Ég ætla samt að halda mig við að þetta hafi verið brandari í einhverju partíu þarna. Mér finnst líka svolítið fyndið sko, sjálfstæðismafían, þú veist, þú ert með Glitnir, þú ert með Gleipnir og þú ert með, hvað heitir, löffræðistofan þeirra líka, það er Glitnir, Gleipnir og svo... Gleipnir? Já, Gleipnir er sem sagt svona jarðvinnu fyrirtæki sem að tekur á þessi stæðstu vegaframkvæmdir Íslands. Við veitum hvað Gamma þýðir. Gamma is a crucial risk metric or Greek that measures the acceleration of options delta. Svo að Gamma er basically bara samheiti yfir spákaupmennsku. Já, ok. Spákaupmennsku. Ok. Skemmtilegt. Já. Ég ætla að skýra fyrirtæki með þetta. Þetta felst oft í nöfnunum, sko. Þetta felst, on words have power, words are magic. Já. Það er líka málið með þér. Það er svakalegt. Þannig að þegar maður fyrir að skoða hana, ég skoðaði svona málfræðidæmi einhvern veginn og dætti ekki svona brjálæðislega. Þannig að, já, if delta is your speed, gamma is your acceleration, sem þýðir bara vaxtavextir, myndi vera gaman. Já. Það var samt að gerast núna, sko, mér finnst það áhugavert í New York að það má ekki hækka... Draupnir. Var ekki leigu, hann var að setja í lög, hvað var ekki... Eiginlega. Hafið séð þetta í New York, 2 ár, borgarstjórinn í New York. Nú mega íbúðareigendur ekki hækka leiguna í 2 ár. Þannig að það er út í að rentkontról er detta upp á flest eignum í New York. Þeir eru komið veg fyrir að New York lendi bara í sama á London bara lendi. Já, en sá að BlackRock dömpaði bara öllu þarna. Auðvitað, þetta er ekki verðmætt fyrir portfólíu þegar þetta gerir svona. Það er liberal mayor í gangi, skilur, og hann er ekki að fara að hlýða. Ég verð bara að segja, sorry, Mandani, ok, ég veit ekki hvort að hann er plant eða hvernig það er, en það er eitthvað sens í honum, sko. Hvort hann er MK Ultra... Ég held bara að málið sé bara það. Við erum búin að missa trúna svo djúpt á mannkyninu að við bara höldum allir sem vondgallin. En það er bara svolítið þannig að það er allir vondgallin. Já, ég held að líka ef þú kemst þarna til valda og verður ég á lengi... Ég fann að líta ykkur hófnina, sko. Það er einhver ílska í þessu podcasti hérna. Hvað er tilgangur með þessu? Þótt að við, eins og ég segi, við séum bara að tala mikla samblöndu af mismunandi staðreyndum sem blanda saman í raun og veru smá bara orðagljáir eða hvað maður vil kalla það. Það er mikið af sannleikum sem eru að blanda saman og þetta líka bara bara svolítið þannig, bara alveg saman góða skoðar. Það er allt svolítið interconnected af saman bullinu, sko. Það heldur betur maður. Sko, og þá kem ég inn á þetta einfalda. Það er bara, virðist verið eitthvað svona undirliggjandi stríð milli góðu og vondu orkuna núna sem er að smita fólk og það eru allir einhvern veginn að verða ruglaðir og sér það, sko... Þetta er bara svolítið þessu koncept hvernig the universe er byggt upp. Það er náttúrulega bara eina ástæð fyrir að er til matter og það er örlítið meira matter en antimatter. Þannig að það er örlítið meiri geska í heiminum en það er nógu mikið ílsku til þess að bara rétt svo viðalda að heimur getur verið til. Já, en ílskan virðist alltaf vera að vaksa núna. Það er einhvern veginn nema maður kannski þegar að meðvitaður hana. Við erum að sjá það, sko. Þú veist, þeir eru fyrir löngu síðan búin að sína spilin. Og núna er þetta bara þannig. Sko í biblíunni þá kemur pingulítil reference í entity sem heitir L. Og ég ætla ekki að fara að tala það núna þá verður ég náttúrulega þriðjudaginn á þarnæsta ári. En ég mæli innilega með því að ég lesið horfið á heimildarmyndir og lesið ykkur til það út í að Lúsífer að Satan í biblíunni bara einhver gaur sem vildi ekki hlýða og bara settur eitthvað annað til þess að sinna vinnunum sem þar. En L er the true evil, sko. Þetta er rosalegt. Það er bara doomsday cults og svona dæmi ógeðslega mikið í því að tilbyða hann, sko. En sko
það sem líka áhugjefni hvað við erum að verða rosalega dofin sem mannkyn. Við erum orðin svo dofin fyrir öllu svona og öllum upplýsingum. Bro, við erum líktilega að lesa það í Eildens að borða börn og við erum bara hvernig ekki við getja sex út? Það komist nákvæmlega. Ég held að þetta sé galdur í alvöru. Ég held að við séum undir galdri, spell í alvöru. Það getur ekki annað verið. Af því að þeir eru snillingar í einu. Ég segi þeir, ég veit ekki hverju þeir eru alveg. En það er svona... Það fullt af þeim mismunandi hópum sem eru að vinna móti gröðurum, sko. Þeir svona trickle down information til þess að losa ventilin, skilur. Reiðin er orðin svo ógeðslega mikil. Þú veist, við erum búin að sjá, þú veist, það er viðbjóður í gangi í Epstein-skjölunum. Allir voru að springa, skilur. Þá er losað á aðeins. Og þetta gera er kerfisbundið. Já. Og við fáum alltaf svona smá trickle down og við fáum aldrei að verða nógu reið. Nei. Og það er með ólíkindum að við séum ekki út á götu með fucking kindla í alvöru tala með að við það sem að við erum að komast að. Þeir haldið svo upp til að berjast í bakka að halda þig í lífi og hefur ekki tíma til að taka upp kindlinn. Það er það sem er málið. En sem kemur inn á eitt hérna, núna þekki þið örgulega meira en ég á rosalega góðan vin sem langar svo að fá í podcast. Þið myndið elska að tala við hann. Hann er viskan í öllu sem við erum að tala sko. Hann er rosalega. Ég þarf að kynna ykkur tvo fyrir honum í daginn. Ég má ekki segja hérna. Hann er flug á þær en það er rosalegt að hlusta á hann sko. Hann er enda búin að vera að segja mig frá þessu. Þetta er nú reyndar eitthvað sem allir vita reyndar, nú ekkert eitthvað merkilegt en það er með nautið og gyðingana. Þið þekki söguna bak við það. Bal. Bal, þetta hvíta naut þarna sem ætla að fórna núna, hvað var ekki, 2029 það sem að Íranir bjuggu til líkneski og kveikti í þeim og þá urðu Ísraelsmenn alveg gjörsamlega brjálaðir. Já, þetta er eitthvað rosa helgilegt og ég þekki sögun ekki að baka þetta en ég veit hvað þetta tala um. Já, en þá kemur sko, og þeir eru víst búin að byggja hofi líka núna, Ísraelsmenn, gyðingarnir og það, þú veist, var nú ekki taka marka á þessu fyrir hann byrjar að senda með það, þetta er hofið og það er búið að byggja það fyrir og þeir eru búin að finna núna, hvað var að 5 hvít naut, af því að verður að vera hvítt, það má ekki vera neitt annar litur í. Ég er ekki búin að heyra þetta með hvít. Minnir endilega að það þurfa að vera hvít. Það getur verið að ég sé að fara eitthvað rámt með þetta. Og þetta tengist á spádóm sem er í Kóranu Þetta er byggt á dóti sem heitir The Bull Site located in Samaria Hills, the 12th century BCE open air sanctuary features a famous bronze bull statuette echoing Canaanite traditions and early Israelite worship. It is often discussed in relation to the biblical god Golden Calf narrative. Kananítar eru til þjóðflokkur sem að kemur frá Júdeu á sínum tíma og Kananítar voru djöfladýrkutur. Við vitum það, drukku blóð og drápubörn og allt það. Kananítar í rauninni þeir sem að urðu seinna með Khazarians. Já. Það þetta voru, ég veit ekki, þetta var eitthvað svona flökkuþjóð. Þetta eru rauðarkýr, ekki... Úkraína, til dæmis, var Khazaria einu sinni. Pælið í því. Já, það er það sem hann var að tala um, þeir eru að taka landið sitt aftur. Og, býtu, voruð þið búin að heyra með Epic of Gilgamesh? Það sem var ég er akkurat í þeirri rabbit hole núna sko. Hillary Clinton á sínum tíma ásamt, þú veist, bara þessari klíku, DNC klíku á sínum tíma, Obama og öllum. Öllum sem er í Pizzagate? Öllum sem er í Pizzagate, basically. Þau fóru inn í Írak á sínum tíma og réðust inn í þjóðminjasöfnin þar sem að voru þar sem að voru styttur frá Babylóníu, basically Súmer, Babylóníu og allt það og þau fóru ekki sko í aðalsalinni eða eitthvað slíkt, þau voru bara með eitthvað info það að fara í kjallarann og finna einhverja artifacts þar og nú er að koma í ljós alls konar frásagnir það að þeir hafi þetta herinn, einhver bara special op, hafi verið að leita af Gilgamesh. Gilgamesh er Gilgamesh hvað er bara fyrsta trúarrýning sem hefur skrifað ekki? Hann er fyrsti risinn í hann er Nephilim basically. Hann er Nephilim. Sem var hana the unholy union of God and demon basically. Já, hann kom niður til jarðar og eða þú veist, þetta var einhver guð sem kom niður til jarðar og hafði samræði með konu sem var mennsk og þau fæddu Gilgamesh, basically.
The Original Nephilim. Original Nephilim, fyrsti Nephilim og út frá því, allar þessar sögur þess að rísa og allt þetta þú veist, ég alveg tala Syndaflóðið í biblíunum, náttúrulega átt að vera til þess að drekka þið Nephilim. Já, en þú veist, þannig miklu lengra aftur sko. Já. Ég alveg týndur, sko. Já. Þetta alveg svo flókið. Þetta rosalega, en þetta kom fyrst sko í Wikileaks. Það var Julian Assange, það var einhver sem lag því inn í Wikileaks sem komst yfir einhver CIA-skjöl eða FBI-skjöl þar sem að, þú veist, þetta dagsett og bara hverju tóku þátt í þessu operationi. Hillary Clinton var á kafi í þessum okkultisma að ná öllum þessum artifacts og þeir segja að þau hafi meiri segja að ná einhvers konar Stargate einhverju Já, það var náttúrulega líka perluna sem Hitler átti að vera alls í sinni heimsveldum sem átti að vera þarna eitthvað alls konar hlutir sem voru þarna og þeir gerðu þetta sama í Líbíu. Þeir gerðu bara Raiders of the Lost Ark hana? Þetta var bara Raiders of the Lost Ark og þetta í Epstein-skjölunum líka. Ok, sæll. En svo náttúrulega líka hana, þetta sko það ógeðslega skrítið hvernig þessi okkult þráður og þess að nastenni voru sko bara svo djúpt í þessu okkult kæftæði sko. Og náttúrulega alveg augljóst að þeir sem fengu að forða sér frá Nazi Germany náðu með ágætis ítökum í Bandaríkjunum og fleiri stöðum í kring sko. Fóruð hana bara til Argentínu. Ástæða fyrir Argentínu búið hvítir en ekki latínó. Meðal annars. Já. Ég meina þú veist, það Bavaria í, hvað ekki, Chile? Jú, það Bavaria í Chile. Og líka hana stærsta Jewish barnaþarfum sem hefur tekið líka í Chile. Já, akkurat. Þetta er allt mjög skuggalegt. Þetta er allt mjög skuggalegt og líka með nasistan sko, og það voru gerða svo mikið að vísindalegum svona uppgötunum í læknisiðnaði þegar mann nasisti var. Joseph Mengele. Og já, en það var í samstarfi við þjóður út allan heim. Þeir voru að fljúga inn læknum hægri vinstri frá öllum þjóðum og það er samt hvergi skjalfest nema þeir vita að þeir flugu til Þýskalands á þessu tímum þegar þeir voru að taka, ég man ekki þess að tölu, bara á tvíburum, það voru drepnir, var ekki 1400 tvíburar bara drepnir í ykkur vísindalegum tilgangi þarna, og þetta voru ykkur svona skuggalega tölur og þá getur ímyndaðir alla hina sem voru drepnir og þarna fáum að vita að það er búið að skella þessari skuld bara á nasistana að vera vondur og gera það, en það voru svo miklu fleiri þjóðir sem tóku þátt í þessu og örugglega út frá því fengu þeir að koma margir af þessu gaurum sem vísindamönnum Ef þú varst með eitthvað í kollinum þá vildu OSS fá þig alveg ólmir sko eftir stríð líka gerir þig grein fyrir því bara daginn eftir að heimsstyrjöldin klárast þá byrja nýtt stríð og þeir byrja að hrifsa til sín náttúrulega vísindamenn kalda stríðið er bara afsprengi af bara en þetta var líka gert í Japan þegar það endaði þá var búið að vera vísindi þar Unit 731 Já, varstu búin að sjá þetta? Unit 731, ég er búin að stúdera þetta svo ógeðslega mikið, þetta er svo fucking mikill viðbjóður. Þetta er eitthvað sem ég veit ekki. Nei. Og bara horfa heimildamyndu Unit 731 sko, ég bara að það fyrir stríðsglæp í Evrópu, að Japanir voru on some epic shit. Þeir eru næsta leveli sko, hvað þeir voru að gera þarna og þeir sláturu, en sko sá sem var yfir því voru þetta fullt af fólki sem tók þátt í þessu en það er alltaf bara eitt nafn tengt við þetta en þau eru þetta endurlist að þessu og sá gaur sem var yfir þessu hann fekk bara friðhelgi með því að Já, ég veit að hann var pardoned skilur við bara út af hana fyrir það að viðurkenna tilvist þess að þetta verði gert Nei, hann afhenti líka alla niðurstöðuna á skjölunum til Þetta var stutt síðan, þetta var bara 2005 eða eitthvað sem þetta gerist Spáði því maður Þetta Ég var er að svart sko Ég byrjaði að lesa Unit 731 yfir þá og fylgdist með þessu máli gerast í real time sko Já Hvað er þetta konur við langa tíma? Gætirðu tjekka á hvort að Langar að fara að enda þetta? Nei, Wikileaks ég get talað um skellilegt endur Ef þú slærið en Gilgamesh skellilegt og þetta er gaman maður Wikileaks Já maður, við erum bara að fara við á öll líka sko maður þarf að vera með ADHD til að fylgja þessu þætt eftir það eru ekki margir ennþá að hlusta núna og þeir sem eru að hlusta vel gert maður og Hillary Clinton kannski Ég vona að ég sé ekki bara heilig ímyndur ykkur á heiminn Nei, og ég ætla að vona sko það sem við erum búin að tala um hérna við hoppum yfir í eitt og annað við förum aldrei djúpt onni í þetta Ég hvet fólk til þess að rannsaka þetta allt sjálft Ég skal veðja það eru fólk sem hlustar á þetta sem er svona með netta innhverju eins og ég væntanlega
En Ég byrja þetta sjálf. En þeir fara sko, þeir eru búin að skapa hérna gull fyrir þá sem vilja fara í kaninu hólurinnar. Sko þessi þáttur hérna, það er svo mikið efni komið fram hjá ykkur. Þetta er 25 ár af researchi hjá báðum. Skiljum bara Nú að fólk getur að pása bara, ég verð að googla þetta og því eftir, það eru örugglega einhverjir heilar að úti sem þið eftir að setja bara, herri, ég ætla að fara heim og ég sé hann bara 5 klukkutímum setna bara, herru, ég sé lífið allt öðruvísi og heiminn allt öðruvísi. Þið er líka örglegt að rekast á að það er svolítið af misfæslum hjá okkur, en þetta er mjög nálægt því sem við erum að tala um, en við vorum bara, eins og við segjum, vorum ekki með undirbúka mikið, við vissum ekki hvert að við fara alveg svona djúpt í þetta, en þannig að, þú veist, hins vegar að allt sem við erum búin að koma fram á sér við röka reysandi upplýsingum og þetta er allt kannhólur sem ég hef dottið inn í misdjúpt og ég mæli eindriði með að fólk skoða þetta því að þetta bara písar saman öllu. Ég myndi ekki nota Wikileaks við þessa leit sko. Nei, Hvað er þetta leita? þetta er Hillary Svo séum ekki tala allir hérna. Gilgamesh Clinton með Gilgamesh og UFO tengir sér líka sko. Hún spurði þessi í deposition sko. Hún var spurð þetta í réttarleyslunni síðast. Bara leið og hún spurð að Pizzagate. Maxwell? Nei, Hillary Clinton. Hillary Clinton? Já, þegar hún labbaði þarna út. Sáu fucking Bill Clinton þegar hún var að horfa á möppuna? Já, þegar við viljum fá að skoða myndina hans betur. Býttu nú við, ég man eftir þessari. Það var að reyna að pikka á honum, hann bara, síðan brosið á honum. Hún fannst þetta bara gaman. Hvað er þetta BBC? Honum alveg sama, hann veit hann ósnertalugur. Það er líka minna að sá þetta sko. Bill Gates sagði, kallinn sko, hann sé ekki döður en það er bara merkilegt sko. Það er örugglega búið að skröppa þetta það sem kom á Wikileaks þá. Þú veist, en samt sem áður, fyrst að þau voru að spurja í vitnarleyslunni nákvæmlega þetta, það hlýtur að vera eitthvað fótu fyrir í. Sko, Hillary Clinton, ég sá eftir heimildmynd þeir sem að vera að vinna í kringum hana, hvað eru margir búin að deyja á undarlegan hátt. Pældi því ef þú hefðir einhvern tímann átt 47 vini sem væru búinir að fremja sjálfsmorð. Já, eða bara kokkurinn, eða bara aðstofmenninir. Eru þið búin að fylgjast með þessu með UFO-scientistana sem eru að deyja núna bara í hrönnum út um allt? Já, fuck maður. Það er svakalegt. Það maður. Það var að hverfa líka. Já, hvað er það komið upp í 12 mann sem er allir að rannsaka time travel og P52? Það var eitthvað búið bætt inni sem var eitthvað vitleysa þarna væntanlega, en það var samt það sem sameinaði þarna einhverja af þeim er að þeir voru að vinna að nýrri orkutegund. Já, og það er plasma energy dæmingunum sko. Já, bara cold infusion eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki eitthvað svona. Cold infusion dæmi er aðskilið, þetta er sko plasma, ég var bara nýbúin að horfa. Ég man ekki hvað var, en þá sá ég sko, það var áhugavert að því að þeir eru bara horfnir, sporlaust. Ég er það bara að fara út að labba með byssu í göngutúr bara og svo finnast þið döðir. Já, þetta er undarlegt sko. Ég man alltaf eftir í því ég sá eina mynd og ég fór að velta þið fyrir mér bara þegar hann sagði þeir trekt hann upp og sleft honum lausum. Cold diffusion, ég er röflega þarna. Cold fusion er, kannar samlunni í stað, eins og ef þið sjáið svona fjöldamorði í Bandaríkjunum og svoleiðis, skiljið. Þetta er ekkert eðlilegt hversu margar skotárásir er að gerast. Af hverju Bandaríkjunum svona miklu líklítið sem fara batshit crazy? Ég veit það. Því að þeir eru allir á styrum. Þú veist, þú sér hvernig þeir eru allir svona út úr blásnum. Nei, við erum að tala um krakka. Þeir eru líka á styrum. Já, bara krakka sem staði. Þeir eru á Elvans eða Adderall eða eitthvað. Nei, þetta eru bara styrum. Sko... En ég held að fólk sé trekt upp og sleppt lausum. Ég held að þetta sé... Það er líka sko kultúrin. Bara í rauninni gert með örbylgjum eða eitthvað álíka. Eina af þessu konum sem að sem brunnu hendurnar og svakalegt. Varstu múin að segja það? Hún var að skrifa á tölvuna. Það var að skjóta á sig með energy weapons inn á glugga sinn og hún var alltaf sko þegar hún var að reyna að skrifa á tölvuna til þess að skrifa niður fælun sem hún var að skrifa þá byrjum hún að fá brunasár á hendunar. Ég sá þetta með sendiræði, sáu þið það? Já, en það var hljóðbylgjuvopn. Það var annað. Já, okay. Þeir eru með alls konar vopn og þeir geta komist inn í hausnámanni, held ég. Þetta er bara harp. Það er bara harp eða hvað sem það er. Já, sér það bara í Venezuela, það var viðtalið sem var tekið við hermannina, sáu þið það? Já. Hann bara sagði bara þeir duttu bara allir niður, skitu og pissu í sig, urðu stjarfir og síðan kom 20 sérsveitarmenn og þeir löppuðu bara og voru að skjóta það í hausinn
þeir voru að labba inn í höllina. Það var líka með hana... Ég var ekki búin að sjá þetta. Þetta tekið viðtal við eitt sem lifði þetta af, einn af lífverunum hans. Var þetta í Sean Ryan þætti? Ég man ekki hvar viðtalið kom, þetta var eitthvað viðtal við eitthvað sem var í höllinni þetta gerist. Hann sagði bara, hann verið einn af þeim, hann bara dottið niður stjarfur og fólk hefði verið fróðafelludöðna, verið að skýta í sig, pissa í sig, en þeir voru bara stjarfir, bara vissi ekkert hvað gerðist, síðan allt í hennu bara byrstast einhverju 20 sérsveitarmenn hlaupandi þarna og þeir bara meðan að hlaupa, þá skjóta þeir og hvert einasta skot hitt í hausina þeim, þeir bara eitthvað fáránleg. Það einu sem ég hugsaði var Universal Soldier með Van Damme þegar hann var að tala um þetta. Ég sá bara fyrir mér þannig gauðra sem er eitthvað klóna sem er búið að búa til. Sá náttúrulega líka sko þannig að það var... En sko, þetta er eitthvað svona nýtt level sem við vitum ekki en við vitum sko... Super Black Ops. Já, þeir voru að reyna að fá í gegn að þeir eru með eitthvað svona bylgjur og þeir ætlaðu að reyna að keyra í gegn en bandaríska þingi vildi ekki leyfa. Það var basically að þegar eitthvað er að mótmæla þá geta skotið einhverju bylgjum á því og þá byrjar bara að æla stanslaust og þeir eru með og það er langt Sony Eiron maður og eitthvað svona dæmi Já, þau eru bara, það flugurt og það ælar og það er tækni sem var til það hefði ekki verið fyrir 10-15 ári sem við vorum bara að finna upp það örglega lengra svo við getum ímyndaði hvað eru komin með núna Ég veit það Ég meina, við skulum ekki halda það að við séum að sjá bara það sem að herinn býr yfir í dag. Nei, ég meina, þú horfði á skönguverks bara og það sem er í gangi aðskilur. Já, hafið séð þetta sko, þeir geta búið til segulsvið, voru að reyna að búið til segulsvið kringum tankan, skriðdrekarna sína, sem geti stoppað, þeir geti stoppað svona litla kúlur. Já, bara force-field dæmi. Já, svona force-field, ég veit ekki, hvað maður kallar þetta, force-field, takk fyrir. En já, en gallin er að það var svo krabbameinsvaldandi, að þú varst inn í þessu og þá bara söðst. Alveg sko, þannig að þeir náðu aldrei að búa til tæknina aðeins að stúta mönnunum inni í skriðdrekunum. Muni ekki líka eftir þennan daginn þegar var hann að vera að tala UFO-una niður í Bandaríkjunum. Þannig að ég var að horfa á viðtal við hann að gæja hjá Air Force núna en daginn sem á að vera eitthvað svona whistleblower og hann var að segja hvernig í byrja þetta hefði verið Kínverjar að flexa nýju tækninu sína og svo Bandaríkjamenn sett nýju tækninu sína þetta hafði bara verið þeir bara í einhverju rungkeppni við einhvern annan fyrir ofan Bandaríkjamenn sko. Þeir segja sko. það með þess að flugvélin sem að hvarf til það, ég sýndi þér vídeo Malasítarni, flugvélin sem hvarf við MH370 og eitthvað fleis Já, sem fannst aldrei hana það er til vídeo að því ég held að það sé ekki doktorað skilur við, en þá sérðu flugvél og svo koma 3 punktar í kringum flugvélina og hreyfast síðan bara þannig að þú sérð af alla svo hverfur flugvélin og það er gaur, þetta er til þetta var alltaf til á YouTube ég man eftir þessu vídeo, já þú sendir mér þetta en þetta var á BitChute, ekki YouTube ég veit að þessi gaur kom í Jimmy Dore þættinum og var að lýsa í sem sagt hvaða tækni þetta er og þetta var bara tippakeppni málið var að það voru vísindamenn sem sagt borð í flugvélinni fremstu vísindamenn á sviði að lækna eyðni það er einu ráðstöfnu frá Íran það veist ég ekki þetta var flest allt kanadist íranskir vísindamenn sem voru að tala lækningunum eyðni Davíð, getur þú fundið þetta? Ég vil bara koma með hérna Gilgamessin kannski Já, það er finna þú veist, það var sem sagt requesting documents pertaining the resurrection chamber Gilgamesh, the location of his body and the location of the buried Nephilim þetta var sem að biði ríkisstjórnum að gefa upp árið 2018 Nephilim þetta er request lestum the Nephilims í biblíunni og the case status immersion closed closed já, fyrir þetta sem að þeir megi ekki opna þessi skjöl nei, bara það því líklegast þeir eru að klára þetta mál en hver sem baði þetta hefur fengið svör fyrir spurningunum hvort sem segja já eða nei, við vitum það ekki hvort hann var bara að neita og málum loka eða hann fengið svörin, það er ekki vita eða bara kom bara eitthvað gaur út ekki að spyrja mér það er nefnilega, þú veist, það er yfirleitt þannig annars verður Clintonuð Hillary Do you like your children? En svo við förum aftur þarna í Great Replacement svo ég var að koma með þessu naut áðan og hofið, það sem vinur mig var að segja þetta er auðvitað bara kemur frá honum að eina af þessu skemmtilegu samsæriskenningum svo þetta er nú ekkert meira það þetta er sko í sambandi við gyðingin þetta er eiginlega ragnarögnin hjá gyðinginum og
málið að ég held að þetta gerast 2029 ef ég mann rétt. Er það þá sem fá 700 þræluna sinna á þetta dóta? Sko, það á eitthvað að gerast eitthvað rosalegt en þeir eru, sko, það sem við erum að sjá í Evrópu, það sem vinur minni vill meina og Marti, hann Er talað kynblöndun Davíð? Sko, það erum við bara að vera að búa til. Já, það má ekki taka út pure races, þannig að þeir eru að reyna að reysilega blanda fólki svo að megi gera okkur þröld. Þeir verða svona einu stofnin sem eftir að stjórna öllu, the chosen one, gyðingarnir. Og þeir eru að vinna í þessu og þess vegna allt þetta, vera að blanda öllu saman og setja allt líka rugl og það má ekki vera neitt skipulag eða neitt. Þeir eru eftir að vera bara eina þjóðfélagi sem ennþá standandi. Þannig að þeir eru vísvitandi að búa til borgarstyrjaldir út alla Evrópu núna og þeir gera það síðan þegar það komið 2029 þá verður vestræni heimurinn og ef þeir náði bara allur heimurinn komin í eitt stórt chaos og þá standa þeir uppi og þá fórna þessu nautum í þessu hofi sem þeir eru þegar búin að byggja og þetta verður svolítið svona endgame hjá þeir, nýja upphæðir. Er þetta 2009 planið þeim blandað inn í 2030 planið sem við verðum að tala um í? Já, það verður þurra. Ég þarf að skoða þetta betur en þessi dagsinni, þessi ártöl 2009 og 2030 eru ýrili oft að koma fram í öllu svona dóti sem ég er að skoða og spátumum líka, þetta er mjög spooky sko. Þannig að kannski fáum við bara að vera að vitna hvað gerist. Og svo er Spáðast þetta í, ef við erum töluleik, haldið að krakkinn sem er að spila leikinn sé ekki bara ít á disaster bara eins og í SimCity í ganga. Það var Godzilla. Þú endar alltaf, þú býr til SimCity, þú býr til borgina, en þú endar alltaf með að láta flæði yfir henni eða kveikni í henni eða eitthvað. Það gerist í öllu Þetta er mannlegt eðli. Já, það er bara mannlegt eðli. Þú býr til fjölskyldu sim, svo síðan lokar gaurinn inni eða eitthvað og lætur hann deyja. Já, tekur við þetta í burtu svo að kúka sér til döða. Já. Eða situr hann í sundlötu og stígar svo Ég var aldrei þarna maður. Ég fór alltaf en seifin og frængu mínum frændum og gerði þetta við allt sem voru búin að byggja. Þegar ég kom heim svona. Þannig að sá sem að spila, hann örugglega, ég ætla að fara að enda þetta hérna og gera allt. Þeir hugsa út í hvað Guð lítur út frá mikil satist í biblíunni og meikar alveg sensandi sem bara gaur fyrir töluleik, sko. Já, bara hvað krakkið að leika sér með. Og spáði ég, ef að Guð væri til og svona dæmi, og hann að búa til henni allt, svo nokkuð svona reiður yfir einhverjum maur og get ekki vita hvað hann heitir. Það er ruglir þetta, sko. Strákar, hafið þið pælt í einu? Af því að, þú veist, eina fólki sem að læti sér þetta varða með það að það er verið að stela börnum, nauðga börnum, drepa börn og drekka blóðið úr því. Eina fólki sem að hefur hátt þetta eru sannkristnir og þá er ég ekki að meina þeir sem að fylgja Schofield-biblíunni. Þá er bara fólk sem að er með virðist vera. Þetta er eina fólki sem er á samfélagsmiðlum. Góða orkan sem við erum að tala um hana eða. Góða orkan. Og pæli í einu. Hvað sagði Jesú við lærisveinana þegar lærisveinarnir komið á honum og sögðu hvernig eigum við að komast undan oki Rómverjana? Hvernig eigum við að lifa? Hvernig eigum við að berjast við þá? Þá sagði hann know the truth and the truth shall set you free. Skiljið. Það er eina, hann sagði ekki stofni kirkju, tilbiðið mig. Hann sagði það aldrei, nokkuð tíma. Það ekki svolítið að sama á snákurinn sagði í biblíunni sagði við Adam og Eva hefðu borðið eplega trínu og vitið sannleikann. Já, en þú veist, sko, ég vil meina, hann var náttúrulega bara, Jesú var til. Ég er alveg 100% á því. Þetta var bara læknir, þetta var sjaman. Það er talað um það að við verið 17 gaurir að predika nákvæmlega saman boðskap á sama tíma, þannig að í Mesopotami á þessu tíma. Og Jesú hafa verið valinn sem pósturboðinn fyrir þetta, og hann var eini gaurinn svo crossfistur. Eini gaurinn þeir bara feitu út sem spáman. Já, menna það er miklu bók sem endur á okkur gaur, bara deyr og rísir fyrir döðum, er miklu betur. Bók bara okkur gaur sem deyr elli, sko. En hann baði aldrei um kirkju. Nei, ég veit að hann var á móti tempúls. Ég veit að. Hann barðist á the synagogue of Satan. Skilur, hann var á móti fariseiðum. Ég skal alveg lofa því að Jesú hefði ekki vilja að öll resources væri notið að búið til risastórt hús sem bara einn gaur býr í, sko. Og 5 einkalþotur og... Já, einmitt. Nei, alveg pottit ekki, sko, en þá kemur aftur eins og ég var að segja, og ef djúvillan ætlar að gera eitthvað á siglanum undir fölsku flaggi. Haldið, sko, ef ég skal breyta vatn í vín, myndi það Antikristur breyta vín í vatn? Sko, það er nefnilega... Góð pæling. Ok, segjum að Antikristur komið hérna og segjum núna síðustu öldinni, þá
Þeir eru var hlutinu öðruvísi. Sér kemur árið 2000 og hvað að gerast núna? Karlmenn eru að breytast í konur eru að breytast í karlmenn. Þú veist, það er alltaf frá hvolf við það sem við þekktum áður. Og hvað er það sem djöfullinn gerir? Hann snýr öllu á hvolf. Og þannig að maður horfir á þetta svona, maður horfir á samfélagið og hvert það stefnir og hvernig þetta kemur og maður bara svona, býttu nú við bara, þetta er það sem kirkjan var alltaf að tala ef djöfullinn kæmi, þá myndi okkar þetta gerast. En þú meðum þetta er náttúrulega, þetta collapse of the family unit, sko, þetta pælingin, skilur, sem við tala mikið Það er að taka náttúruna úr okkur. Já, það er verið að treyna okkur í eitthvað annað, skilur. Og síðan er hann náttúrulega að tala um það og snúa öllu við. Það er náttúrulega á sínum tíma að, þú veist, sem að tengist kananítum og þessum baldýrkundum öllum. Þetta ártal, 1666, þá er maður sem heitir Shabtai Shvi og hann er sem sagt gyðingur, hann er Talmúd-gyðingur, en aftur á móti hann fer svolítið djúpt í pedofílíu og viðbjóð og býr til svona költ í kringu sig. Og kallar þetta Jewish Messiah? Já, vissir ekki ég vissi ekki þessu. Allavega, hann snýri öllu á hvolf. Hans trú gekk út á það að gefa Guði í rauninni bara fokkputtan. Sabbatai Sevi or Shabtai Savi was a former Jewish mystical rabbi from Smyrna who converted to Islam. Já, það er rosalegt. Það var undir sverðinu, hann annarkort þurfti að játa Íslamtrú eða vera drepinn og allir fylgjendur hans og þarna fóru þeir í kjallarann. Þetta er rosalegt. Þarna fóru þeir í kjallarann og síðan gerist það seinna meir, held ég á 18. öld, að þá tekur annar maður upp sem heit Jacob Frank. Það er frankismi og frankism er sem sagt djöflatrú. Rothschild er frankist, til dæmis. Hann Shabtai Shvi og sem sagt Jacob Frank, það er búið til eitthvað költ, eitthvað aðsprengi. Það er það sem að Rothschild, the old religion, það sem að tala til þess, þessi börn sem að þetta fólk sem að tekið sem að segja frá því að þau hafa verið kynlífsþrælar fyrir einhverja, þú veist, í einhverjum höllum hér og þar. Þau tala að þetta eru mestallt Lúsifer dyrkendur og frankistar og þau tala sín á milli the old religion. Old religion tengist þá bara öllu því sem er illt. Já. Basically, hvort sem það er Baal, Lúsifer eða, þú veist, hvað það er. Við höldum áfram og bara stiðum það góða og vonum að það taki yfir síðan. Þetta er skrýtnum tíma sem við lifum á. Ég er ekki grínast, ég var alveg nokkuð svona haldið að ég sé að missa vitið, ég er að skoða þessa hluti, og sérstaklega í gamla daga þegar það var ekki komið svo mikið af sönnunum og baka allt sem maður var að lesa. Já. Svo bara þegar það er bara hræðilegt hvað conspiracy theorist virðist það rétt fyrir sér í flestum tilvinnum. Það er rosa mikið að koma. David Icke, hvað hefur komið í ljós sem hann hefur ekki sagt, skilur við? Já, sem hann hefur ekki sagt. Sem sagt. Allt sem hann hefur sagt hefur komið fram. Ég er að meina það. Nema kannski við vitum ekki alveg hverju eru eðlur, skilur við? Hverju eru reptilians? Mér finnst að þetta reptilian dæmi náttúrulega er ógeðslega interesting þegar þú skoðar að öllum trúarbrögðum allstaðar. Það er alltaf þessi myndlíking, skilur við, þetta er Nation of the Snake og alls konar svona költ Nagas í Indlandi. Já, þú veist. Þetta er mjög spooky, sko. Er það þeir sem byggðu á píramítana? Sko, sáu þetta með píramítinu samt með að það er búið að sanna þessi ekki búið að sanna sem eru undir þeim með coils. Já, vá maður. Það er magna og mér langar að sjá meira það, sko. Já, ég er sammála því. En nú er ég að skoða þetta aftur og þeir voru búin að taka yfir 600 myndir af þessu og setja þetta saman, þannig að þetta bara getur ekki verið annað en þetta standist að það sé þarna og þetta var ekki eini píramídin. Þetta er undir einum öllum, þetta er undir platóinu. Þeir eru búin að komast að því að það er, 80 metrar sinnum 80, það er svona chambers, 4 chambers.
sem eru 80 sinnum 80. Ég verði viðkynning, ég ekki búin að kafa alveg nógu djúpt í þetta píramídadæmi, sko. Nei, og senast ég vissi, sko, þá voru þeir að athuga hvernig getur komist að þessu. Þetta er auðvitað rosalega erfitt að fá leyfi til að gera þetta til að byrja með. Eru þeir náttúrulega sónar þó til þess að gera þetta? Þeir eru náttúrulega með hennan Savi Hawass sem er yfir fornleifum í Egyptalandi sem er gatekeeper, sem er sá sem að lokar á allar rannsóknir og hefur vald Það er presturinn í Stargate nema Þetta byrjar sko þessi tækni, þetta byrjar Gaur með Indiana Jones hatt Þetta byrjar sko í Afganistan að þetta er tækni sem Bandaríkjamenn þróuðu til að taka myndir af hellunum, finna hellana og finna Þeir voru bomba á þannig það þetta byrjar þar og síðan kemur kona og hún vil fá að taka myndir af Egyptalandi með þessu gerfinöttum sem var notað þessu tækni til að finna út bara einhverja fornlega uppgrefti. Hún fann að píramídarnir voru miklu fleiri heldur en við höldum og hún er búin að finna fullt af grunnum af píramídarnir eins og þeir hafa verið þurrkaðir út bara. Það er bara grunnurinn eftir. Þannig að hún gátt sýnt fram á með þessari tækni píramídarnir eru miklu fleiri heldur en við héldum og þetta kemur út frá þeirri tækni þannig að þess vegna geta þær tekið svona myndir í jörðina sko. Ég sá þetta ég sá ítalan sem að... Ég reyna að halda aftur að fara að tala Tartaria sko. Já, ég hef ekki farið þangað. Kalli félagi, sorry. Ég er alveg komin inn í þetta Star City dæmi fyrir að trúa þessu dóti sko. Ég bara, þetta mudflow. Ég næ því að þetta á ekki að vera svo langt síðan sko. Þetta er bara 1800 og eitthvað þetta er akkurat á sama tíma og orfantreinin og allt þetta dæmir í gangi líka skilur okay. Þú veist alltaf að spáði því bara þegar við erum að horfa á hana innbyltinguna að þetta gerast að sko öll stærstu hús bara í Evrópu voru annarkvæmt munalíska heimili eða geðspítalar það er þar sem þetta vibe of history verður svolítið trúanlegt fyrstlega, hvaðan koma allir þessir munalískar og allt þetta geðveika fólk er það bara liðið sem mundi ennþá eftir gamla heiminum og losa sig við og þessi munalýsingar eru bara börnin þeirra sem þeir eru að dreifa heiminn og láta vinna ykkur vefnaverksmiðjum til að búa til nýja undirstöðu undir mannin og þetta Star City dæmi sko með borginir og sér ofanfrá með munstrin skilur og living water og hvernig vibrations var notað í kapellunum það tjekki á þessi Tartaria dæmi og líka bara skoði bara magnið af öllum kortum í gamla daga Tartaria er inn á öllum kortum bara fyrir 17. Já, það er reyndar svolítið skrítið Tartaria er á öllum Hvað er það? Útskýrðu það þessum gömlu kort Tartaria er sko land sem á það sem Mongólia var? Nei, þetta náði bara stóru hluti Evrópu og mikið af þessu gömlu byggingum skilur sem allar byggðar með þessar vissu súlum og bara byggingar sem í raun og veru eins og horfða á skilur bara eins og Dresden í Þýskalandi til dæmis, gott dæmi þetta. Sko Dresden hefur líka stækkað neitt bara sem var byggðið eitthvað svona dæmi. Akkur var til infrastructure fyrir allt þetta fólk þegar byggja 20.000 manns í Dresden. Okay. Skilur. Og það er líka þannig sem með Star City og sko Kaupmannahöfn og Amsterdam líka til dæmis að þú tekir myndir á lofti og sérðu sko munstur fyrir kanala á svona dæmi og það var sko basically pælingi við það sko að þú segir svo kapellir og þess að bæði í muslimkapellunum og í gömlu kaþídrunum þeir voru það er sko þessi krossar eru oftast með svona leiðandi málma eins og gull og annars leiðist í svona járnróts og það er að tala að sé sko lifandi orka sem er í kringum okkur allt sem heitir þetta íþer og þetta menningarsamfélag hafi verið með hæfileikan að vinna orku basically úr víbringum í loftunum og þess vegna hafi þessi orgel alltaf verið inn í þessu stóru byggingum til þess að búa til víbring og meiri segja að það var gæla sem gerði rannsókn á þessum daginn sem ég getur fundið á netinu, ég skal bara finna og senda hann á okkur þannig að þegar þú ferð inn í mikið af þessum gömlu byggingum þá mælist meira víbringslifandi loftsvið heldur en mælist inn í öðrum byggingum og málið það að kenningin er sagt að þú getur skoða líka sko aðalsetur í Englandi sem heitir Cavendish Manor sem er til ennþá það sem voru sko górsbrunnar sem voru skjótast upp 90 metra lofti sem var bara vorafl Já, maður, og þetta og það var einhver garðísku fræðingur svona tvítur sem átti að byggja þetta. Ég veit eitt varðandi þetta sem að ég trú ekki að alla kirkjubjöllur nánast bara í Evrópu sérstaklega hafi verið bræddar niður til þess að búa til byssukúlur fyrir fallbyssu í 100 ára stríðinu Það voru svona rafalsunit í þessu skilur sem voru að safna orkun til að leiða þetta ofan í og það eru til myndir frá 1900 árunum sem við verðum að taka þetta úr turnum og af hverju var fólk
sem var að búa til Moldavegi að búa til líka gagnslausa hvelfingu sem ekkert inn í ofan á okkur ristórar byggingar. En hvað gerir þessi víbríkar? Hver tilgangur? Býr til endalaus orku líka. Það er fjúsar orku í vatn og vatni leiðir orkuna í öll mannvirki í kring. Og bara málið það að, þú veist, að þetta er svona basically bara sama kenning og Nikola Tesla var að rannsaka með að búa til þráðlaust rafmagn. Nema þetta var bara gert með flutninginn vatn. Og hver situr á gögnunum Nikola Tesla? Það er rosalega Vatikani. Já, Vatikani og ég meina, þú veist, pappi Donald Trump er sá sem að komst yfir allt sem að FBI tóku. Þið vitið líka með leynikvælingunum sem fannst þarna, sem Rothschild-fjölskyldan hafði falið hana, sem fannst í manni hvernig ára, þetta var átöndur eitthvað svona finnst eitthvað svona dæmi. Það var kort sem í manni var 10 x 10 metrar eitthvað svona kjaftaði sem Tartaria er prominently á. Ég er ekki með neitt. Nú fer maður aftur í píramídana. Hvað er þessi 4 herbyggjarna niðri? Voru þau eitthvað í þessu víbríki til að koma þessu upp í píramídana? Þetta er bara orkuver. Mjög líklega bara fyrir jörðin. Ég sá góða útskýringu í einhverju heimildamynd píramídana, hvernig var þetta að búa til orku inn í þessu píramídana, hvernig þeir leiðast öll göngin og það. Þeir hafa ekki fundið eina múmíu, tökum það fram, í neinum píramída. Aldrei, nokkuð. Það er alltaf einhverjum græðkvælingum kring. Já, þarna Valley of King, þarna... Svo svarta líkisæli sem fannst að Egilandi segir við getum ekki byrjað þessari kannhóli núna. Nei, þetta er orðið langt, sko. Sko, með Tartaria. Hvað er tíminn orðið? Ég held þetta alvarlega við ættum að taka þátt 2. Ég held að þetta sé vera fínt hjá okkur. Við ættum að horfa á footage sem við erum búin að taka upp, sjá hvað við erum búin að tala og hnýtmiða upplýsingar fyrir næsta þátt sem við erum okkar saman. Við erum búin að stökkva svona. Ég ætla að hafa síma hjá mig næst. Þetta er bara svona tópik sem við erum búin að taka í þessu þætti. Eins og ég segi, sko, það er rosa mikið hérna sem búið að koma fram, en samt ekki búið að koma fram að því við höfum ekki kafað neitt djúpt í honum, að því að það, þú veist, við myndum bara geta tekið nokkur viðfangsefni af þessu sem við erum búin að tala ef við ætlum að tala það, þá allir þátturinn fara í það. En við erum búin að gefa samt, eða þið tveir eru búin að gefa gull til fólk sem vil líka, sko. Múlega lítið, sko. Ég meina... Þannig að búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur þetta. En ég held að þetta sé 2 tímar og 30 mínútur, segir Davíð. Það er fínn þáttur. Já, ég held að við eins og ég segi, við ættum að taka þátt 2. Já, endilega, ég vil fá ykkur aftur um það. Gaman að hafa ykkur, eins og ég sagði, ég vissi að þú... Ég er þá jafnvel að taka topic út frá topikunum sem við erum að tala og búið hnýtmiða þætti út frá hverju topiku við það er sniðugt, sko. Ég er alveg til að taka saman gögn og gera það. Sko, ég nefnilega væri bara gaman að hafa ykkur sem fastagesti hérna til að koma reglulega hérna og... Bro, veistu, ég elska hljóðið í röddinu sjálfum mér, sko, en ég er alltaf til að koma og tala, sko. Þið eru líka bara svo góðið saman. Þið eru svona... Þetta er ekki fyrst gett sem við tala saman, sko. Nei, ég veit það. Þú ættir að heyra bara samræðarnar á príkinu hérna á daginn hjá okkur. Já, ég vissi þetta er svona skemmtilegt, sko, en næst þegar við gerum þetta, þá held ég þetta sín alveg sleggja þessi þú ert að segja. Þá þurfum við bara að hittast, undirbúa þáttinn og þá köfum við miklu dýpra von í þetta, því að allt þetta sem við erum búin að tala er mjög áhugavert. Við erum búin að tala sko, svona rough number, svona 40 mismunandi umræðin í þessu þætti. Já, tökum eitthvað fyrir og tökum kannski 3 viðfangsefni sem við bara algjörlega köfum von í. Og ég skal eiga ananas þar sem við tölum að kíkja á það. Ég er mjög mikið á að til þess að það væri skemmtilegt að taka það fyrir með gyðingana og söguna þeirra, það sem voru kallaðar annað, hvað sagðirðu? Sem að Shabtai Zvi sem sagt setti á fót, það er bara og síðan Jacob Frank og hvernig þeir eru sko alveg inn í Úkraínu, löndin þar í gamla dega og urðu síðan að síkunum að þeir voru fældir í burtu þegar það komst upp, þeir voru að drekka blóðið úr börnunum þar sko. Kananítar. Já, og það var alveg, já, það er nefnilega alveg sturlað og því að það var í alvörunni. Þetta voru djöfladýrskundur þar, gyðinganir, og það var áður en þeir tóku gyðidóminu upp, þá voru þeir allir djöfladýrskundur. Og þetta er alveg vita mál í dag og þannig að væri gaman að kanna það og kynna það í bara næstu við hittumst til dæmis. Já. Það er það sem ég myndi vilja, sko. Það verður dark, en ég meina við verum örgulega skotnir. Þannig að við verum ódjúft í það. Við verum kansilega, það verður ykkur logið upp á ykkur einhverja netinu hérna. Það voru þeir sem voru minnst börn. Við erum ekki að launum, hvernig að skjóta okkur, skilur. En síðan tökum við það fram einu og aftur. Allt sem við erum búin að segja er bara bull og við vitum ekkert hvað við erum að tala. Já, þetta er bara til skemmtunar að gera. En svo líka bara málið það er bara,
það dýpri sannleikur í raunveruleikunum okkar og hvað er það sem er rétt og hvað er það sem er rangt. Þetta er allt hluti sem þessi virðið að rannsaka. Já, við erum bara kindur og við vitum ekki neitt en samt vitum við eitthvað. Við bara getum ekki sett puttana á. Know the truth and the truth shall set you free. Já. Eins og eitthvað sagði. Það verður samt gott að vera í Íslandi þegar allt fyrir fokk. Við allavega... Jésu. Já, ok. Æri, takk fyrir þetta, stráka mínir. Takk fyrir okkur, bye. Bye.